Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni á þriðjudagskvöldi. Hér í kvöld verður margt og mikið á dagskrá. Við byrjuðum hérna fyrir viku með svona þætti sem við köllum sannar sögur við Rauðaborðið, þar sem við tökum fyrir svona sagnfræðileg mál, eitthvað í sögunni sem er ágætt að rifja upp, ágætt að endurmeta kannski, og það segjum sögur frá fólki og hópum sem að ekki hafa rúmast inn í höfðingjasögunni sem að sagan okkar oft vill verða. Það er einn þáttur sem við kallum þjóðveldið, og þá fáum við Jón Ólaf Ísberg til að koma hingað. Hann ætlar að segja okkur frá þessu hugtaki sem að honum finnst vera misnotað, séu bara vitlaust í eðli sínu því það næri ekkert utan þann tímabil sem á að lýsa, og sé notað af þeim sem að vilja halda því fram að við séum fyrst og fremst þjóð og draga yfir þann ágreining sem er inn í okkar samfélagi, að óvinnurinn sé utanakomandi en kannski ekki hérna á meðal okkar. Við ætlum að fá Árna Guðmundsson til þess að koma hingað, og hann ætlar að rifja fyrir okkur upp það sem að kalla mætti Woodstock Íslands. Það er Saltvík 1971, það er líkt og Woodstock af því að það rigndi mikið og það var drukkið mikið, en það var líka spilað gott rock. Kannski er þetta eitthvað svona gullöld íslenska rocksins, þarna voru bæði náttúra og trúbrot, flowers og fleiri sögur. Hrafnkell Lárusson, hann hefur komið hingað áður til okkar, en hann ætlar núna að segja okkur frá doktorsritgerðinni sinni sem að fjallar við getum kallað félagsvæðinguna miklu. Hann skoðaði tímabili frá 1874 þegar Íslendingar fengu stjórnarskrá, þar sem að meðal annars var kveðið á félagafrelsi, og fram að 1915 þegar konur fengu kosningarétt. Hann horfir fyrst og fremst á tvær hreyfingar, annars var bindindishreyfinguna sem að hans áliti og margra annara var eiginlega grundvöllurinn að allri félagsuppbyggingu alþýðunnar, og svo kvennarhreyfinguna. Það eru hreyfingar sem að báðar unnu eiginlega fullnaða sigur. Það var sett á áfengisbann og konur fengu kosningarétt, og það var kannski sorg beggja hreyfingana, því að kvennarhreyfingin lá í svolítum dvala á eftir, og bindindishreyfingin eiginlega fjaraði hægt og bítandi út. En á grunni þessara hreyfinga og þá urðu margar aðra til sem að við ætla að ræða við Hrafnkell hér á eftir. Þetta er fæðing nútímans. Nútíminn var til með virkri félagsstarfsemi alþýðunnar og almennings sem að mótaði það samfélagi sem við þekkjum, ekki með tæknibreytingum eða atvinnu uppbyggingu einhverja frumkvöðla eins og alltaf verið að halda að okkur. Hér í Rauðaborðinu að þá höldum við áfram því sem við kallað sjúkrasögur. Við fáum fólk til að koma hingað og segja okkur frá sjúkdóminu sínum, hvernig heilbrigðiskerfið tekur á honum, hvernig samfélagið tekur á sjúklingunum og hvernig sjúklingarnir berjast fyrir bættri stöðu sinni. Í kvöld kemur Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir og segir frá átröskun sem hún er að glíma við, og segir sjúkrasögu sína, og líka uppbyggingu félagskaps sem heitir SATT, sem er félag fólks með átröskun. María Pétursdóttir ræðir við hana hér á eftir. Annar gestur hér við Rauðaborðið er bróðir minn, Sigurjón Magnús Egilsson. Hann er gamall þingfréttamaður og hefur góða innsýn inn í pólitík í nútímanum og í gamla daga. Það er nefnilega komin upp sérstök staða í pólitíkinni, það er eins og ríkisstjórnin sé að leysast upp. Þetta minnir mann á fyrri stjórnarslit að mörguleiti, það er eins og trausti sé farið. Ég ætla að ræða við Sigurjón stöðuna í ríkisstjórninni og hvert hún muni mögulega leiða. En við ætlum að segja fréttir dagsins núna. Það er náttúrulega fyrst að fréttin er að Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, stoppaði hvalavertíðina núna í morgun, mörgum á óvart. Hún frestaði raunverulega vertíðinni þangað til í ágústlok þegar eiginlega er vonlaust fyrir hval að hefja vertíðina nýju. Það voru margir sem voru óánægðir með þess ákvörðun Svandísar, en ekki Pól Watson sem hingað hafði komið til að stoppa veiðar Kristjáns Loftssonar, en Svandís tók af honum ómakið. Þessi ákvörðun kom held ég flestum óvart í morgun, og hún kom ofan í það sem við vorum að fjalla hér í gær, sem var
þessi aðdragandi að ráðherraskiptunum og þessi stigmögnun sem hafði orðið þegar Jón var að yfirgefa ríkisstjórnina, Jón Gunnarsson og Guðrún Hafsteinsdóttir að taka við, þá eins og að það hafi komið í ljós í grasrót Sjálfstæðisflokksins að svona afstaða Jóns naut miklu meira fylgis heldur en kannski Bjarni og forystan hafði reiknað með. Þannig að niðurstaðan var eiginlega sú að stefna Jóns lifir þó að Jóns sé fallinn eða svo má orða. En ákvörðun Svandísar í morgun æsti síðan upp grasrót Sjálfstæðisflokksins, þannig hún logaði og það kom í ljós, það var eiginlega komið í ljós í gær að þolinmæðin fyrir meðal grasróta Sjálfstæðisflokksins eða svona fólk sem svona kringum forystunar á þessu stjórnarsamstarfi með VG var á þrotum, en ákvörðun Svandísar núna í morgun eiginlega sprengdi það upp. Það hefur verið logað svolítið þar inni. Teitur Björn Einarsson sem þingmaður sjálfstæðismanna í Norðvesturkjördæmi, hann hefur krafist þess að atvinnuveganefnd komi saman til þess að ræða þetta. Sigurður Ingi í Framsóknarflokknum, þar sem þetta ákvörðun Svandísar nýtur heldur ekki mikil stuðnings, hann lýsti því yfir í dag að hann var einfallega á móti þessu og taldi þetta að vera ranga ákvörðun, þannig að mikið eftir að ganga á næstu daga á ríkisstjórnarheimilinu. Jón Gunnarsson, hann var í viðtali við Dagmál heitir það er þáttur sem Morgunblaðið sendur út á vefnum sínum, þar sem hann var að lýsa einmitt samskiptu sínum við VG, sagðist að verið dregin og asnæri honum. VG hefði eyðilagt fyrir honum öll mál og hann sagði að ríkisstjórnarsamstarfið gengur einfaldlega ekki svona áfram. Það er það sem Jón segir og það er einmitt þessi afstaða Jóns sem svolítið að koma í ljós að nýtur fylgis í grasrót Sjálfstæðisflokksins og jafnvel inni í Framsókn margra mati og þannig að kannski var ekki ólíklegt að forysta Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins væru að ráður sínum hvað ættu að gera, hvort ættu að þola áfram ríkisstjórnarsamstarfi með VG, hvort ættu að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu og boða til kosninga eða kannski að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu og taka bara einfallega einhvern annan flokk upp í. Þessi flokkar hafa samanlagt 30 þingmenn, þeim dugar að taka til dæmis Viðreisn eða Flokk fólksins. Gæti verið að í bakherbergi flokkana séu menn að pæla í þessu og þetta það sem ég ætla að ræða við Sigurjón Magnús fyrrum þingfréttamann hér á eftir. En varðandi það sem gerðist í gær sem við töluðum hér við Rauðaborðið og margir aðrir hafa svo sem bent á að það hefur verið sögulegu dagur þar sem að flóttamannamál voru sett inn að miðju stjórnmálana af stærsta stjórnmálaflokknum. Og það mátti sjá þetta á svona samfélagsmiðlum. Hannes Hólmsteinn sem hefur nú verið svona færa sig ansi svona örglega í átt til hægri, hann styður Bolsonaro og félagi hans Davíð Oddsson styður Trump og hann styður Meloni á Ítalíu, Davíð líka, að hann svona sletti svolítið olíu á þennan eld sem að sjálfstæðismenn kveiktu í gær. Hann var að viðra svona rasíska skoðanir sínar. Hún Sema Erla Serdárgók hafði verið að skrifa á Facebook og Hannes Hólmsteinn skrifaði, þóttist ekki að vita hvað hann heiti, konan með útlenska nafnið og hann sagði það sem oft sagt af svona rasistum eins og Hannes að ef henni líkar ekki Ísland þá ætti hún bara að fara heim til sín sem er Tyrkland en Sema Erla náttúrulega Íslendingur alveg eins og Hannes og hennar heimil hér og það spurningum ef að Hannes Hólmsteinn þoli það ekki að hér sé fólk af erlendum uppruna eins og samkomulag inn í þessu samfélagi að gera, hvort að Hannes Hólmsteinn ætli þá ekki að fara heim til sín, ég veit ekki hvað það kannski það til Brasilíu. Óþol VG-liða gagnvart þessu tali, þessum tón sem að kemur frá Sjálfstæðisflokknum, það mátti líka merkja það. Jódís Skúladóttir sem þingmaður VG fjallaði þetta, hún skrifaði eftirfarandi á Facebook til að víkja athygli þjóðarinnar frá þessum darraðadansi og til að bregðast við fylgistapi, sameinist þau nú öll í að velta sér upp úr rasískum drullupollum í vonum að geta kroppað inn
einhver prósent frá systurflokknum sínum í útlendingamálum, miðflokki og flokki fólksins. Og þarna flokkar hún sjálfstæðisflokkin með þeim flokkum sem hafa verið svona gæla við útlendingaandúð í kosningum, miðflokknum og flokki fólksins, sem ekkert sérlega djarft hjá Jódísi. Þetta hefur sést til dæmis í skoðanakönnunum afstöðu til útlendingamála að það eru þessi 3 flokkar sem hafa algjörlega sérstöðu og kjósendahópurinn er mjög líkur í afstöðu til útlendingamála. Það er þessi flokku fólksins, miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn. Síðan er Framsóknarflokkurinn svona þar nálagt en alls ekki með sama svona munstur og þessi 3 flokkar. Verkalýðshreyfingin eða Vilhjálmur Birgisson brást við stoppi Svandísar á Hvalveiðum, var bálreiður. Hvalur er náttúrulega á hans svæði inn í Hvalfirði, þar eru verkafólki sem þar vinnur, eru félagar í verkalýðsfélagi Akranes. Vilhjálmur, hann hefur áður glímt við VG vegna þess að inn í Hvalfirði eru líka álverin og VG er oft með svona hugmyndur það að loka þeim jafnvel, þannig að Vilhjálmur er vanur því að skamma VG og hann talaði svolítið inn í ríkisstjórnina og inn í stemminguna sem er í ríkisstjórninni það að þessi afstaða VG væri eiginlega þvert á stefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og þar að tala raunverulega inn í grasrót þeirra flokka að láta ekki bjóða sér þetta. Þannig að það mun hittna undir því. Í öðrum fréttum var það kannski helst að Sigurður Ingi Jóhannsson, hann hélt enn eina glærusýninguna, eins og sagt hann var að kynna stórfellt átak í húsnæðismálum. Það kemur alltaf fréttir af því að Sigurður Ingi og svo sem Dagur B. Eggertsson líka, þeir halda svona glærusýningar, svo kemur samtök iðnaðarins eða einhver slík samtök stöttu síðar og benda á að það er ekkert að fjölga byggingum, heldur þvert á móti það að minnka. En Sigurður Ingi, hann vil byggja 2800 hagkvæmar íbúðir á næstu árum, þar hafa 800 á þessu ári, nú er árið hálfnað, þannig að ég veit það ekki, ég held að sé ekki margir sem hafa trú á því að það takist. Það er annað mál sem hefur verið svona þvælingi, svona nálagt fréttaumhverfinu, það er að verða flestum ljóst að stytting framhaldsskólans í 3 ár voru mistök. Gylfi Sóeka var að skrifa þetta daginn, eða fjallum þetta, hann er bent á það hér við rauðaborðið í samtölum mínum við hann, að hann sjái að til dæmis innflytjendur, þeir ná ekki yfir til upp í háskólan, þeir detta af lestinni einhvers staðar á leiðinni. Og það hefur komið fram núna í vikunni og í síðustu viku við úttektir á stöðunni í framhaldsskólanum og stöðu innflytjenda inn í framhaldsskólanum að það liggur eiginlega frárein út úr framhaldsskólanum þar sem að þeir sem ekki hafa íslensku að móðurmáli og þar sem íslenskar ekki tölu á þeirra heimilum eru að falla út úr námi. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, sagðist bara einfaldlega að vera sammála Gylfa að þessi stytting framhaldsskólans hefur verið mistök. Og það sem er sérstakt við þetta mál kannski er að háskólaráðherrann, hún hefur verið svolítið á þessari línu, hún er eiginlega fylgjandi því að aðlaga háskólan að þörfum atvinnulífsins, að hugmyndum atvinnulífsins hvernig skólakerfi á að vera, en stytting framhaldsskólans í 3 ár var einmitt gerð og framkvæmt að kröfu. Það voru upphaflega komið þessi hugmynd frá samtökum atvinnulífsins sem er kannski sérstakt að þeir séu að móta skólastefnun á Íslandi. Þetta voru nú helstu fréttinnar í dag. Við ætlum að halda áfram að tala frétti dagsins sem er náttúrulega óeiningin inn í ríkisstjórninni, augljóst óþol flokkana hvor gagnvart öðrum. Ég ætla að ræða við Sigurður Magnús Egilsson eftir augnablik. Það sem fólk er að ræða í dag er ríkisstjórnin að springa til þess að hjálpa mér til að svara þeirri spurningu er hingað komið Sigurður Magnús Egilsson. Bróður minn. Já, fyrirverandi þingfréttaritari til margra ára. Já, ég heldum að ég hef verið þingfréttamaður en mokkamennirnir voru þingritarar. Þingfréttarittar. Já. Þeir skrifuðu bara upp allt sem var og sendu upp yfir svo var unni úr því þar en á djöfa þá var maður bara með valdi maður bara úr hvað maður taldi í fréttnæmast. Þannig að þetta var fréttamaður, vera fréttamaður eða blaðamaður. Hvað heldur þú að það er ekki stemming í þessari ríkisstjórn? Nei, það sem var... Þetta er svo hjón að skilja?
Já, nákvæmlega sko og svo líka finnst mér hérna svolítið merkileg sem að Vilhjálmur Birgisson hefur sagt í dag. Hann segist þeirra búin að tala við þingmenn og ráðherra, bæði úr Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og hann segir að með þau samtöl að þá verði bara stjórnarslit. Og svo heyrði ég nú síðdegis í Sigur Inga Jóhansinni þess að ákvörðun Svandísar að fresta hvalveiðin til 31. ágúst. Hann var bara reiður. Það kemur ekki til greina. Þannig að ég... Hann ræður í ekki, er hún sem ræður í? Nei, já, en upp á lífi ríkisstjórnarinnar og annað líka, ef þeir hanga saman í einhverju svona fílu og átökum og hvað verður þá? Hérna erum við með bullandi verðbólgu, enga stjórn á efnahagsmálum Við höfum svo sem ekki haft það, þau höfum ekki gert mikið sko. Það ekki? Nei, þau hafa ekki gert mikið, það voru allir að bíða til að kæmi eitthvað núna í vor, það voru allir að bíða til að kæmi eitthvað núna síðlega áramót, kom sáralítið út úr þessu. Já, og það ekki verið betra ef þau hægt að talast við eða eitthvað sko og horfa bara inn í bringun á sér á ríkisstjórnarfundum. Þannig að þú ert að segja að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn séu að ræðum það sína á millinu núna, að það sé raunverulega ekki hægt að halda áfram. Já, ég held það. Og hvað ætla menn að gera þá? Já, það er náttúrulega þetta, þessi flokkar nú með helviti mikið niður en sig, sko. Það er ekki svo fylgið hafi, hlaðist upp hjá þeim. Framsókn er náttúrulega búin að missa helmingin af því sem er ekki best að kjósa Framsókn, dróð til sín. Já, og svo sjálfstæðisflokkurinn kominn víða, sko, undir 20% sem er náttúrulega... Ég held eins að sjálfstæðisflokkurinn sé svona tilbúnar í kosningar. Ég held að þeir líti alltaf svo á að þeir séu bestir í kosningum og við munum ná þessu. Þannig að þeir sjá að við erum í könnunum, erum við 21-22% sens á 26-27. Bjarni sagði þetta fyrir síðustu kosningar. Eitthvað. Hann nefndi sko einhver mæling sko, en við vinnum alltaf á kosningum. Alveg við sannfærðis og sem á varð sko. Já, svona 3-4%. Frá svona síðustu 10 dögunum fyrir kosningar og þá megi reikna með að út af maskinu sem hafa, náðu svona 3-4% út. Já, hann var sannfærður allan að síðast. En svo er það líka hérna... En er ekki annað, að við má trufla, þetta er kosningar. Er ekki hætt við þessi flokkar mun ekki vilja kosningar vegna þess að hættan er svo að samfélgigi muni vinna stórsigur? Já, en ef þau er ekki líft inn í herberginu, sko, það verður að fara út. Já. Það er bara, þá bara hver getur markasett sig sem, sko, besta flokkir af þessum þremur. Það þarf ekki alltaf kosningar, sko. Það þarf ekki kosningar. Það er ekki, nei. Framsóknarmenn eru með 13. Já. Sjálfstæðismenn eru með 17, það bættist við þarna einn miðflokksmaður, en það eru 30. Þeir þurfa að þeir myndi duga Viðreisn. Já, eða Flokkur fólksins. Já. Hvað heldur það? Nokkuð vís hvað kostar. Það er eitthvað átök í íbúðabyggingu. Minna heldur en VG. Já. Hugsa þeir þá? Já. Það getur orðið. Heldur það getur verið? Jú, og Bjarni fengi loksins að vera aftur forsætisráðherra. Hann var það í tæpt ár, fyrir nokkrum árum. Já. Nei, ég veit það ekki, ég veit það bara að ef að þessi stjórn er að springa og þá er það sko hvort að einhver flokkur vilji setjast inn í með þeim sko, taka við að VG. Vilja er það, ég veit það, ég vilja að fara í kostningar og fara í slag við þessa flokkar sem verður það allir særðir. Hvaða flokkar eru særðir? Nei, stjórnarflokkarnir. Já, það er þeir sem að ráða því hvort að verði kostningar sko. Er það? Já, ekki nema að þetta sé bara óbærilegt. Hún býstu lausnar. Hún býstu lausnar. Já. Katrín býstu lausnar. Hún mun gera það mjög seint. Hún hefur lagt mikil metnaði því að halda ríkisstjórninni saman. Þetta sé eins og próf fyrir hana til þess að sýna hvað hann er góður forsætisráðherra. Mæli hvernig á því hvort að ríkisstjórnin haldist saman. Já, það er rétt. Við erum sammála það. Það er gríðalegu metnaður hjá VG að þetta brotni ekki. Já. En ef þetta er orðið þannig, eins og virðist verið í dag, að fréttum í dag, þegar að til dæmis formaður Framsóknarflokksins er ekkert að spara sig, sko. Í stuttu viðtali, bara ekkert að spara sig. Það kemur ekki til greina minn alveg, það kemur ekki til greina. Og þú nú stundum sagt, sko, ég veit ekki á ég segja það, jú, þú segir stundum hvar eru múturnar? Já, í íslensku stjórnmálum. Já. Og hérna, þegar Kristján Þór Júlíusson var sjávarútvegsráðherra,
að þá sendi, það nú frækt sko, hann sendi, Hvalur HF fyrirtæki Kristjáns Lofssonar sendi hérna bara fyrirskipun til ráðherra, hvernig þetta haga sér sko. Þannig að það trist honum ekki, þeir sendið þetta bara Já, vildi hafa þetta réttir í þetta Nei, en já, það var þannig sko, þannig að hvað veit maður að þegar svona frekjudallar annars sem að fengi sínu alltaf fram, náðu alltaf sínu fram, hvað veit maður? Já. Sko, síðasta vika búin að vera mjög merkileg þegar var boðaður þessi ríkisráðsfundur og að ljósta að það væri að fara að draga því að Jón væri að fara út úr dómsmálandinu. Þá gerist það og ég held að allir bara fundið það einhvern veginn. Ég fann það, hvað þá þeir í Valhöll í næsta, að það var bara almenn andstaða innan grasrótar, hvað svo sem það Sjálfstæðisflokksins, við það að Jón væri látinn víkja. Þá kemur eiginlega í ljós að stefna Jóns í meiri takt við vilja grasrótarinnar heldur en það sem sko aðrir ráðherrar að gera það fórstum. Já, og það sem svo þetta merkilegt þetta, því það voru sjálfstæðisfélög í Suðurkjördæmi, kjördæmi Guðrúnar, sem skoruð á Bjarna að hætta við þetta. Og svo kemur hún, og svo hún ráðherra, og þá segir Bjarni, það verið fylgst með því að hún framfylgi málunum sem Jón hefur verið með. Andi Jóns mun ríkja. Já, en þá til hvers var þá verið að skipta? Já, það það sem skiptið. Bara, nei, þetta að vera að pína Guðrúnu. Já. En svo í aðdragandunum og Jón gefur alltaf meira og meira í sambandi við yfirlýsingar og í þessum aðdraganda þá verður alltaf ljósara að hvað Jóni og líklega stórum hluta sjálfstæðismanna þá samstarfið VG orðið svona hálf óþolandi. Hann segir það, bara VG hafi eyðilagt mál fyrir sér og VG segir líka draga hann á asna í honum. Já, hvað heitir þetta? Þjóðlíf morgunum? Nei, dagmál, já. Það verður vitalið við hann, ég veit ekki hvort það búið að senda það út, sko. Það sendur því morgun. Já, en þar segir hann víst að það verður mjög erfitt fyrir VG að vera í ríkisstjórninni á þessum tímu þegar stríð í Evrópu og lera, það sé bara mjög erfitt fyrir VG að sem svona alltaf friða sinnarnir miklu sko. Þetta sé bara erfið þáttaka hjá þeim. Líka í sambandi við innflytjendamál og flera. Já. Og þetta svona tækni þegar menn segja þetta. Ég held að sé verið erfitt fyrir þig Sigurjón að vera að vinna með okkur í þessu. Það þýðir eiginlega að við viljum ekki hafa það þýðir það sko. Já, en það kemur ekki úr sterkari hálsi en Jón, þá þetta kannski alveg þolanlegt sko. Já. En Bjarni sagði eitt í gær, náttúrulega hann styður bara allt sem að Jón hefur gert og öll hans hegðun í gær. Hann lét klappa fyrir honum á síðasta landsfundi. En öll hegðun hans í gær, við tölum það við rauðaborðið í gær, að þetta hefur raunverulega verið stefnubreiting hjá Sjálfstæðisflokknum í gær. Það voru bara flóttamannamál eru bara sett inn í miðju íslenskra stjórnmála í gær. Og ég sá að Eiríkur Bergmann og fleiri voru að draga sömu ályktanir. Þannig að Bjarni kemur fram með þetta og þá var hann spurður en þetta ekki bara ljóst að ykkur gengur ekki að vera þá með VG og þá segir hann eitthvað svoleiðis að við höfum náð samkomulagi við VG eins og það sé ekki vandamálið og þá hljómar eins og hann náði samkomulagi við Katrínu eitthvað tiltekna lausnir en síðan standist það ekki þegar á reynir í þingflokkum. Þannig að mér fannst það líka að vera merkilegt það sem hann segir. Mér fannst þegar ég var að horfa á Bjarna í þessu viðtali þá fannst mér hann svona eins og verði stundum svona svolítið önugur og mjög svona ákveðin gagnvart VG mitt mér fannst hann svona ég hef séð hann svo reiðan hann var á leiðinni þangað eins og líka stundum í þinginu sem hann bara þolir ekki á köflum og hann sérstaklega Björn Leví í salnum eða eitthvað. Hann síkon og sóknum eins og fnæsir af pirringi. Hún sér ósambúð að vera í sama herbyggi og sumir, það bara hannig. Já. Og þarna var hann á tröppunum á Bessastöðum einhvern veginn sá þetta var svona klúður að hún á að gera saman og Jón var að gera akkur fór þá Jón og eitthvað og þá gefur hann svolítið í til að tala annað og hann var svolítið svona eins og leiðinlegastur
Þannig að ég held að það verði mjög leiðilegt að vera með honum í ríkisstjórn. Hann er að svona finnur fylgið að fara og svo eitthvað klúður, eitthvað í svona málum og þá grípur hann reyndar í þetta hálmstrá sem útlendingamálin. Já. Og hann á enga leið út af því. En hvað hálmstrá það? Er það von Sjálfstæðisflokksins til þess að geta vaxið á svona miðflokks? Já, ná sem 2 þingmönnum. Eða, ég meina, það er þannig að þungin í málflutningi Jóns í vetur, hann hefur alltaf orðið meira og meiri. Já. Og ég held að það er líka eini ráðherra sem hefur sérst eitthvað til. Og ég held að það við svolítið opinberast á þessari viku að Bjarni og fleiri hafa átt að segja á því að þetta er bara þetta á erindi. Þess vegna talaði hann var svona herskár. Þannig að hann hefur bara upplifið það að nú er lag á að tala þessi mál með þessum hætti. Til að tala ekki hvað hann slagur efnahagsmálaráðherra. Já. Það eru grunnkerfi samfélagsins. Það sé smjörklípa. Grunnkerfi samfélagsins eru að hrynja út af margra ára vanrækslu og lélegri stjórn ríkisins og þá segir það er ekki mér að kenna, það er bara þessum að kenna og bendir á eitthvað nokkra tugi flóttamanna sem eru ekki úgrænumennir og ekki venezuelamennir, það er bara eitthvað örfórar. En það er annarkvort að hann að sækja sér svona sókn til næstu kosninga eða hann er að undirbúa eitthvað flein inn í ríkisstjórnarsamstarfið. Já. Katrín kom strax á eftir, dró úr þessu. Já, einmitt sko. En svo hafði bara ekki heyrt þetta. Já. Og bara tala svona skildur Íslands. Já, og svo tala alltaf við höfum áður rætt eitthvað, hún er alltaf að vísi eitthvað sem við höfum ekki tekið eftir í fortíðinni sko. Það er sama hvað hún er spurð, þá leitur hún alltaf eitthvað aftur til fortíðarinnar, eða núliðina fortíðar sko. Og er þá að finna eitthvað sem til að réttlæta stöðu dagsins sko, verður þetta svo innhaldslaust og verður erfitt fyrir hann þegar hún þarf að mæta einhverjum að hörkum. Kannski er þetta verkstjórinn í ríkisstjórn sem er að segja það, við ræddum þetta þarna til að gera þetta. Við erum að muna að við vorum búin að gera samkomulag þetta, kannski er hún að tala inn í ríkisstjórnaborðið. Það er ekki spennandi. Þegar svona gerist, að þegar traust molnar, þá stundum ekki hægt að líma það saman. Já. Heldur að ríkisstjórnin hafi farið bara í þessum aðdraganda þessar ráðherraskipta. Enginn reikna með því að þessi söguþráður fari í gang. Nei. Að allt í einu bara fara eitthvað í gang og nú sé þetta orðið óviðráðanlegt ástand. Uppsöfnu reiði. Já, það breytist allt, nú breytir allt merkingu. Hvernig þau hentu öllum málunum út úr þinginu, gáfust til upp. Já. Og þessi merkilega fjármálaáætlun maður, hún var svo bara sett bara á lesin maður. Þingi samþættina bara á þess að fjárlaganefndin læsana sko. Ok, þá er eitt eftir allavega. Ákvörðun Svandísar. Hún er náttúrulega eldri en 2 vetur í pólitík eins og þetta er. Hún veit nákvæmlega hvað hún að gera. Já. Þannig að hún kastar þessu bara inn á borðið, óundibúið, eins og þess vegna eru allir svona reiðir, eins og Sigurður Ingi. Hann bara herðið í morgun. Það er að byrja á morgun, sko. Hvalveiðin að byrja á morgun, sko. Já. Hvað er hún að gera með þessu? Er hún að spekja ríkisstjórnina? Vill hún að ríkisstjórnin spekja? Já, ég velti því fyrir mér, sko, hvort hún sé líka leið að taka fórustu í flokknum sínum. Katrín er alltaf veikari og veikari, þó þær séu eflust ágæta vinkonur. En eins og segir, hún er samherjar allavega. Það er allavega svona samherjar, við veitum ekki hvað þessu. Jú. Svavar Heitin Gesson var að segja mér sko þessar 2 húsfrúr í blokkum við, hvað ekki, Dunhaga? Nei, að þær er allt öðru þessi stjórnmálamenn heldur enn sko. Og þannig að þær hafa verið svolítið svona, nærri hvora nærri. Og verið svona gott par, svona eins og Blair og Brown. Já, svona, það er svona ólíkar. Það er svona dýrkveðið þeir. Nei, ég sé það er oft bara. Það er oft sem að koma svona pör í pólitíkum sem að vega upp veikleika og sannars. Já. Það er að vera svolítið svona. Það er alveg rétt hjá þér, sko, en þá er það bara, þarna er mikið lag fyrir hana. Kannski er hún að bjarga líka með því að segja loksins bara ákveðið nei við þessu og komast upp með það, sko, alveg til 31. ágúst að hún getur ekki stöðva hvalveiðar
hún getur bara ekki út reglugerðir hvalveiðar, en þannig að þingið verður að breyta lögum til að stöðva hvalveiðar. Þannig að hún búin að hendi svo til 31. ágúst. Það er út fyrir vertíðina, sko. Já, ég held það, já. Það verður ekki vertíð. Þeir eru kannski 1 mánuð, sko. Eitthvað sem að kannski tekur ekki að starta allir þessu apparati fyrir, sko. Ég veit ekki það. En þá er þarna, sko, myndar þarna, er hún búin að gefa Vinstri grænum svona mikla sérstöðu í prinsipmáli. Sko eftir myndirna voru teknar borðið í hvalveiðibátunum, hafi fólk svona almenn sem hvalveiðar ekki svona, nei, enga skoðun á því, en eftir þetta þá er þetta svolítið öðru vísi, sko. Við viljum ekki að sé vera að kvelja eitthvað dýr í 5 klukkutíma dauðelt, sko. Með sprengju brota inn í sér og við viljum það ekki. Í svona vafasumum tilgangi líka, það er ekki eins og sé hvalkjöt á borðum okkar og við ekkert annað í matinn, sko. Nei, og svo er líka hitt að allir hafa þessir hvalir mjög jákvæð áhrif upp á, sko, loftslagsvána hjá okkur, sko, þannig að það er, sko, enn leggst, sko, á gegn Kristjáni Loftssyni blessuðum, en ég held að hún er örugglega, sko, hún er náttúrulega svo sem að fréttirnar verða í dag, alveg tvímælust og jafnvel á morgun og eitthvað, og þá er hún komin mjög, sko, framlega, loksins, sko, stappar eitthvað niður fæti og fer ekki að vilja innarlokkana. En ef þú ferði yfir allt sem að fyrirverandi kjósendur VG geta sagt, þú veist, að flokkurinn hafi allan skít sem að flokkurinn er búin að geta. Er þetta málið sem að, sko, fyrirfram að VG myndi velja til þess að sprengja ríkisstjórn á? Já, akkur ekki. Þetta er gott mál til þess. Stundum er þetta sagt, og ég held að menn hafi verið að tala um það gæra, því að það var náttúrulega komin svona augljóst að það var við Suðurmörk bara ríkisstjórnarsamstarfið. Og þá segja svona menn sem eru eldri en 2 vetra að það er ekki fyrirsjáanlegt að ríkisstjórnin muni springa, en ef hún springur, þá springur hún okkur máli sem að við sjáum ekki í dag, af því að það kemur bara eitthvað mál upp allt í einu. Og það kom upp í dag. Já, kom upp í dag. Það er nefnilega, sko, þjóðin hefur aldrei verið meira á móti hvalveiðum, heldur en núna. Og sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, þeir vilja verja áframhaldandi veiðar, sko. Og við VG á móti, og þetta er, sko, málið, sko, og þetta er mál sem að ríkisstjórn getur sprungið á. Þetta er svona prinsipmál ekki. En hún er náttúrulega að springa upp á því að hægri menninir, sjálfstæðisflokkurinn og framsókn, þeir bara nenni sig ekki lengur. Þeir nenni ekki lengur að tróða málum í gegnum VG. Er það ekki? Jú. En VG, akkur ætti VG að vilja springa? Það geti ekki borðað meiri skít? Já, sko, það væri mjög erfitt fyrir hana að heimila veiðarnar. Náttúruverndarflokkurinn og allt það, sko, umhverfisflokkurinn, og það væri mjög erfitt fyrir Vinstri græn að verja þetta, en það virtist allt stefni í þetta samt, sko. Bara þar til bara í hádeginu í dag gerðu kúvending á öllu. Og mál Jóns Gunnarssonar og Guðrúnar Hafsteinsdóttur verður ekki neitt, sko, í samanburði við þetta. Og ég heyrði tónin í Sigurði Inga í seinnipartinn í dag og það var ekkit skemmt efni, sko. Og svona gerist þetta. Algjörlega ósammála þessu. Já. Ríkisstjórnin hafði sprungið af svona ýmsum ástæðum. Já. Það er síðasta sem sprakk var Bjarnastöðin. Já, út af uppreisn æru. Og það kom eins og trum úr heiðskjörulofti og samþykkt á miðnætturfundi í Bjartri framtíð. Var ekki alveg svona skýr aðdragandi að því, en hún sprakk. Þar áður sprakk. Það reyndar að var mjög mikil titringur í samfélaginu. Þegar það vitnaðist að faðir Bjarnabén hefði sem sagt veitt einhverjum perra að skrifa undir hann þetta uppreisn æru. Já, og flokkurinn reyndi að fela það. Bjarni var búin að heyra þetta löngu áður og það var að reyna að halda þessu frá fólki. Það hefði verið. Ríkisstjórnin sem sprakk þar áður, það var út af Panama-skjölunum. Og þá var bara fólk á götum úti og það varð bara að segja við almenning, þessi ríkisstjórn er hætt, en við ætlum að vera aðeins lengur til þess að skapa eitthvað svona færi til þess að ná vopnu sínu fyrir næstu kosningar. En hún bara, þetta var
var þetta ekki bara 2 sólarhringar frá viðtalinu í Já, þar til að Sigur Ingi var orðin já, og með þessu að hann yrði til og það yrði kosið í haust. Já. Þá mældust Píratarnir sko í 34,5%. Já. En það fór niður í 14. Já. Heldurðu... Það svo mörg þannig dæmi, sko. Já. Hvað samstað ekki hérna hjá Lilju Mósesdóttur? Það var nú bara svona 1-2 Já, ég að segja þetta sko... En Samfylkingin búin að vera svona hátt uppi, 27-28%. Eða verið svona stíga upp í það. Já. Heldur að þurfi ekki að vera svolítið svona kjarkur hjá Bjarna og Sigurði að þora að boða kosningar þar sem að einn af stjórnarnæstu flokkunum í svona miklu uppsvingi. Eða heldur að þeir segi ekki sagt sambandi eins og Panama að segja, heyrðu við bara frestum kosningunum í svona við fáum 4 mánuði að þá munum við ná vopnum okkar. Já, kannski. En ég held að verði ólíft í ríkisstjórnin allan að næstu vikunar. Já. Og ég kannski þoraður ekki að fara í kosningar, ég veit ekki, en það bara samt, þeir ekki marga kosti, þetta ónýtt. Það bráð úrlausnarefni, sko. Já, svakalegir samningar næsta í haust og verða óleysanlegir nema ríkisstjórnin komi bara með stóra pakka sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki koma með á borðinu. Nei. Þannig að hann kannski vill að íslensk stjórnmál snúist eitthvað allt annað. Kannski verið það. Flottamenn. Ég held bara að þetta sé svo stórt mál. Ég held það. Þetta, sko, það þarf mikla lykkni til að ríkisstjórnin springi ekki á þessu sem núna uppi. Og tala nú ekki með svo út að benda á sko, í vetur þegar verður sko, hvernig þáttaka ríkisvaldsins verður við samningaborðið, eða það sem til að leggja til sko. Og það kemur enn í ljós sko, bíli sem þá á milli VFG og Sjálfstæðisflokks. Þannig að þetta eru kaldi vetur. Já. Það hefur náttúrulega verið ljóst að þessi ríkisstjórn getur ekki komið sér saman neitt sko. Nei. Nema þannig að þetta er svona neikvætt eða svona neitunarvald bara frá öllum. En þeir við með markvalda verðbólgu á við nágrannaþjóðirnar og markvald hærri stýrivexti, þetta bara því við erum bara slóðar. Sko. Það getið allir aðrir sko. En hér bullandi verðbólga, það verið að éta upp sko sparna fólks, það allt. Þú ekki hlustað á Bjarna Benediktsson, hann segir að hér sé allt drjúpi sem á hverju strái. Jú, ég bara svona af reynslu þá bara trúi ekki öllu sem að segja. Herðu, en ég ætla að halda áfram að rekja ríkisstjórninnar sprungið, því að við erum komin að ríkisstjórninni sem að sprakk 88, ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar. Það eiginlega síðasta ríkisstjórn sem að sprakk á undan þessu tveimur sem að eru bara í nýliðinni í sögu. Að sömuleyti finnst mér stemmingin núna vera lík því. Því að þar var það þannig að Steingrímur Hermannsson og Jón Baldvin Hannibalsson sem að leiddu fyrir sína flokka fengu bara allt innu nóg einhvern veginn af Sjálfstæðisflokknum og að sömuleyti var það ákvörðun Sjálfstæðismanna að snúast gegn matarskattinum. Ég meina, veit ekki hvort að fólk manið þetta, en það var svona svolítið svipað og að allt í einu kasta fram ykkur á borðið sem bara svo kemur Albertsmálið í þetta líka sko. Albertsmálið þarna líka. Já. Þannig að hann raunverulega rekur Þorsteinn rekur Albert úr ríkisstjórninni. Já. Hann var fjármálaráðherra. Já. Og hann hafði sem sagt... Nei, það var áður sko. Þetta eftir kosningarnar, borgaraflokkurinn þarna á þingi. 87 kemur Sjálfstæðisflokkurinn með 27% fylgi, aldrei mælst lægri, mynda ríkisstjórn með Framsókn og Alþýðu flokknum. Og þeir fara í það, Jón Baldvin er fjármálaráðherra, situr á staðgreiðslu skatta og virðisaukaskattin sem var kallað matarskattur, af því það átti að vera svo straumlínulega, það átti bara að vera 1 þrep í tekjuskattinum og 1 þrep í virðisaukaskattinum. Og kastað eggjum í heimili Jóns Baldvins út af matarskattinum, mikill hiti kringum hann. Og svo þegar það fyrir að líða að hausti, að þá allt í einu snýr Sjálfstæðisflokknum við stefnu sinni og segist á móti matarskattinum. Sem eftir að Jón hafði verið að standa, ganga einhverja eldgöng í marga mánuði, upplýði þetta sem alveg bara ótrúlega svik gagnvart sér og Steingrímur gerði það sama. Og þá var það einmitt ljóst eins og svipað út að lýsa núna að
þetta fólk myndi ekkert vera saman í ríkisstjórn, sko. Það var bara augljóst að þau hefur bara engan á því. Já. Þannig mér þetta eiginlega líkasta dæmið sem að ég man eftir. Já. Það sem að sko ríkisstjórnin bara hættir af svona stemningsleysi. Já. Já, þessi frægu stjórnarslít í beinni útsendingu og Stöð 2. Já. Og þá gerist þetta þannig að þetta bara svona hékk í loftinu. Skömmu áður en þetta að þá fór ég sem blaðamaður á fund í 8. salnum Hótel Sögu sem Steingrímur Hermannsson var og hann sagði bara Róm brennur. Ég maður þetta var fyrirsögnin eitthvað Róm brennur eitthvað. En hann var svo harður, sko, utanríkisráðherra formaður Framsóknarflokksins, troðfullur salur af fólki. Það var nú stemningsmaður líka og svona uppátækisamur og fýtgæi, sko, en þarna var hann, sko, hann bara sagði þetta, sko, það ekki gert hér þrátt fyrir sko. Já, og þetta nefnilega svolítið líkt, ef bara það sem að Bjarni að segja á tröppunum á Bessastöðum, hann að segja Róm brennur, við verðum að grípa eitthvað til og við getum ekki gert það með þessa ríkisstjórn vegna þess að VG stendur við fyrir því. Þú veist að maður raðar því sem að Bjarni segir og það sem Jón sagði og því sem hefur verið. Þannig að mörguleit þetta líkt. Já. Það sem verið að mála það upp innan úr ríkisstjórninni að það sé ykkur vandamál sem að við verðum að bregðast við en þessi ríkisstjórn bara ekki hæf til þess. Já. Sennilega verður það þannig. Ekki? Jú. Við erum að tala okkur inn á þessi ríkisstjórn að fara að springa. Já, ég bara einhvern veginn, í dag væri það bara vel þau hvað möguleikar í stöðunni. Ég get ekki séð, sko ég séð, sko þegar ég var þingfréttamann þá var fyrsta ríkisstjórn Davíðs Oddssonar með krötunum og þar voru oft glæringar maður en þar voru svona naglar sko, sem fóru í gegnum þetta eins og Friðrik Sófusson og Sighvatur Björgvinsson og þessar sem voru sko, þegar allt logaði sko, voru kannski menninni sem að sko höfðu bein í nefinu kiknuði undan fyrsta höggi og þetta sko þannig að ég sá sko reyflitin þeir voru bara opinber sko og það var mest vegna Jóunu hún var félagsmálaráðherra og vildi félagslegar íbúðir halda áfram uppbyggingu félagslegs húsnæðis og væri nú gott hjá okkur ef að hennar stefna hefði fengið að vara síðan þá því miður en þar gaf sko fjármálaráðherrann eftir sko Friðrik hann gaf sem sagt Jóhann hafði betur en hún þurfti að berjast fyrir þessu inn í sínum eigin flokki líka. Já. Hún hefur sagt frá því seinna að hún hefði eiginlega haft betri bandamann í Davíð Oddssyni heldur en Jóni Baldvin í þessu baráttu sinni. Ég sá þau á flokksþingi eða landsfundi eða hvað hét hjá Alþýðuflokknum og það fór ekki milli mála sko. Þetta var í Íþróttahúsinu í Digranesi og þau voru bara leitt saman inn í einhvern sturtuklið Íþróttahúsinu til að takast á sko, svo þetta verði ekki fyrir opnum tjöldum sko. Já, svo það verði ekki að rífast fyrir fram að börnin. Já. Og það var sko, andin var svoleiðis þar sko. Ok, ef að ríkisstjórnin springur og er leiðin í kosningar, það hefur nú verið sagt að Bjarni væri öllum líkjum að hætta. Þú hefur svolítið verið að benda á hvernig alltaf pirrar í þinginu og svona. Þetta komið inn í sko skoðanadálkan í Viðskiptablaðinu. Að Bjarni sé pirraður og fúll og leiðilegur bara. Já, þeir lesa við minn, það er greiðlega. Já, og þeir kannski horfa líka Alþingisráðsins að því þetta. Já, hann er náttúrulega svo sýnilegt þar, sko. Já. Það hefur verið rætt svona að þetta væri síðasta kjörtímabili hans, hann myndi svona víkja. Já, hann er búinn að ná því að verða formaður Sjálfstæðisflokksins lengur í Davíð Oddsson. Ég held að það hefur verið takmarkið. Hann er búinn að ná því. Hann gæti verið frjáls bara á morgun. Já, þannig að ef að það verða kosið, að þá mun einhver annar leiða, en það gengur ekki. Ef það á að fara að kjósa, þá mun Bjarni Benediktsson leiða flokkinn. Sama með Sigurð Inga sem að menn voru svona að tala að væri orðin svona þreyttur á þessu og annarkot Ásmundur eða Lilja myndu reyna fyrir sér. Það hefur verið talað að Katrín myndi ekki fara í aðra kosningar. Ef ríkisstjórnin springur, þá breytist þetta alltaf. Þá fara þessi þrjú. Akkurru? Þú nærði ekki að gera hallabildingar í flokkum á svona skömmum tíma. Nei, ef að Bjarni ákveður að hætta, þá tekur bara varaformaðurinn við. Að hann hætti, ríkisstjórnin springi, hann hætti, gefist upp
og Feli var, ég held að bara sé of erfitt fyrir hann að kyngja því svona sem auðvitað metnaði. Það ekki nógu góður endir á ferlinu. Nei. Sama með Katrínu sem hann sá kannski fyrir sér að hætta sem friðarhöfðingi og fara svo til starfa í erlendu vettvangi, að ef að ríkisstjórnin springur að þá kemur svona það. Ef að sendir. Það kannski enn líklega Svandís. Hvað gerir reiður maður? Hver tekur rétt ákvörðun mjög reiður? Bjarni er svona pirraður og leiður og reiður og akkur á hann að taka rétt ákvörðun? Já, persónulega metnaði. Já, það er það eina. Já, það ekki áhuga á stjórnmálunum. Nei. Reiði maðurinn, hann segir, ég ætla nú að sýna og sanna eitthvað. Svo veður hann eitthvað áfram. Já. Það er gallin við reiðin að þú ert ekki með dómgrind, sko. Þannig að það er enginn til að stoppa hann. Enginn til að stoppa hann. Nei. Enginn, það er ekki nokkur maður með taumhald á hann. Nei, ég held ekki. Já, kannski. En ég held sko ef það verður kosið þá verður þetta sóknarfæri verið sósíalistaflokkin. Já, vinstri vængurinn er svolítið lasinn. Og ég vil efast að séu margir þar sko. Allan eða ekki þeim sem eru á þinginu núna. Svo er það hverjir eru svo tilbúnir í kosningar. Kristrún var einhvern veginn að spurða þessu. Og þá var hún eiginlega svona að tala inn á það að hún vildi frekar að ríkisstjórnin myndi laga út kjörtímabilið af því að hún á eftir að sko að bara endur manna allt sitt lið sko. Ég held að hún sjá fyrir sér sko umbreytingun og samfélkingunni að hún mæti næstu kosningar með bara ríkisstjórn. Bara ráðherra kaliber í öllum stöðum sko. Það sé svona hennar metnaður. Og þá megi þá margir sem að nú eru bara að fara að pakka saman. Sem er í þingliðinu. Já, það er, ég held að sé ekkert leyndamál að það er erfiðleikar í þingflokknum. Þrátt fyrir að flokknum gangi vel í skoðanakönnum. Það er að vera sálfræðingar til aðstóðar og fólk talar ekki saman og þannig að mér finnst það ólíklegt að hún ætla Var það vegna þess að var skipt þingflokksformann eða? Já, ég held að það verið komið áður, ég held að bara að Kristrúnu og Oddnýju til dæmis, þeim lindi bara ekki saman. Já, Oddnýju er svolítið besti þingmaðurinn eða eitthvað? Ég veit ekki. Ég vil setja svolítið á netinu. Já, hún er svona solid, hún er svona meiðir engan í skada. Nei, og heldur svona sinni svona jafnaða línu alltaf. Já. Talar ekki dýtlu nokkur mann og hún kann sig. Hún er svona álíka gætin og Birgir Ármannsson. Hann er kurteismaður. Þannig ég veit ekki, þú veist, Kristrún talaði svolítið þannig að það veri verk að vinna. Já, þau eru lengri tíma. Þau eru búin að vera á ferðalagi landið að tala við almenningum heilbrigðismál. Þau ætla að kynna það í haust, þannig að planið, Kristrúnarplanið er kostningar sko eftir 2 ár. Hún hafi frí fram á hausti til að klára þetta. Nei, það er Ég heldur getum ekki verið verið stödd sko heldur verið núna sko í þessum málum. Sem þjóð. Já, ég get ekki sé hvað sko mér finnst úrræðaleysið mjög mikið og ég get ekki séð það að við séum getum farið niður á við þó að það eru skiptir ríkisstjórn. Nei. Þú ætlar ekki að hlaupa í panik yfir að stjórnin er fallin? Nei, þetta er vandrað ástand. Við sjáum það bara, til þess bara húsnæðismálunum. Og hvað er raunverulega að gerast? Það kannski mjakast eitthvað áfram, en það er neyð í landinu, sko. Ég vinn svolítið með leigjendum og þeir eru alveg að gefa stuð. Nú það verið gær, var enn glærusjóið hvernig þetta að leysa þetta. Þannig að ég held að fólk sé orðið rosalega langþreytt á svona gasbrínum. Já, gasbrínum. Það er ekki hægt að benda á neitt sko. Nefnum einhverja glærur. Já, það er málið sko. Það býr enginn í glærum sko en. Nei, þetta er heljarinnar vondmál og svo, það er hvað getur við, greiðslumat löginu það er svo sett eftir hrun sko. Bara byrgja brunnin eftir voru öll komin onni hann sko. Þessu er ekki verið breytt sko. Þannig að fólk nær aldrei að sko, standa greiðslumatið til að komast að stað sko. Þetta er vont mál.
ekki mannlegt, sko. Herðu, þetta verður spennandi næstu dagar, Já, næstu klukkutímar. Já, þegar svona ástandi komið, þá getur það verið þannig að bara hver fréttatími íti stjórninni nær. Já. Túmann sjálfur, það að þú og Gunni Andrésar voruð alltaf Steingrim Hermannsson með ekki 91. Já. Ég menn eftir því að þú varst að tala þegar ríkisstjórnin sprakk í beinni útsendingu, þá var ég að vinna á DFF og við báðir held ég. Það var svona búið, ég var eitthvað síðastur, það var búið að ganga frá öllu og ég sat bara inn í potti, með lappirnar upp á borði og var að horfa á Ísland í dag. Og ég held að þetta hefði verið svona viðtal áður en þetta var eitthvað, Ísland í dag var alltaf að breyta, þau voru alltaf svona magasín fréttir og þá hefði þetta verið svona spjall við Jón Baldvin og Steingrim, svona fyrir fréttinar. Já. Og þá allt inni bara að segja þetta, að þú veist svona ekki alveg berum orðum og ég var búið að loka blaðinu og kom upp í prentsmiðu, þannig ég auðvitað ringja í fréttastjórann og segja það var bara ríkisstjórn að springa þetta í beinni útsendingu og bara þetta var einhvern veginn, ég held að þetta hef ekki verið fréttina sko, því að Jónas Haraldsson var ekki svona að horfa á þetta. Nei, blaðið fór alltaf mótnana. Nei, þetta var laugardagsblað. Þetta var föstaskvöldi. Já, föstaskvöldi, já. Þá var bara búið, og ég náði inn einhverju smá pung á bakið til þess að segja frá þessu. Eða hvort við náðum að skipta út baksíðufréttinni. En þannig gerðist þetta. Já, það er svo þeir sjálfir, þeir áttu frumkvæði að segja þetta. Já. Þeir voru ekkert spurður það, þá stjórnarslít. Nei. En mér fannst þetta að vera þannig eins og að þú veist þetta ekki gæti, minna þegar þau hefðu komið þarna, sest í settið og þeir gætu farið með samtalið þangað eða ekki. Mér finnst þetta að vera bara eins og þetta hefði bara verið að gerast bara fyrir framan. Sko. Þetta var ekki planað hjá þeim og þeir töluðu svo upp í þetta hver annar. Það var alveg ótrúlega að segja þetta. Hvernig ríkisstjórnin bara brann upp þarna. Og sömuleyti þetta ástandið núna minnir svolítið á þennan tíma. Það sem að hvert orð ítir svo raunverulega lengra. Og til þess að stoppa þetta, hvað þarf að gera þá? Þá þarf eiginlega bara að ná öllum saman, láta allir þegja, eigi fyrir fréttirnar og að búa til einhverja sko sátt sem að getur verið rosalega flókið mál. En samt, 1991 verða straumkvör í íslensku stjórnmálum náttúrulega, þegar að Davíð sigrar Þorstein í formannskjörinu. Mjög ólíki menn. Og skömmu fyrir kosningar. Já, skömmu fyrir kosningar, já. Og þá var hann svolítið særður, Þorsteinn, eftir þetta. Hann hafði komið með lagasta árangur formanns Sjálfstæðisflokksins sem að Bjarni er búin að slá hverjum kosningum. Alltaf neðar. Hann var einu sem við komist yfir Þorsteinn. Hann komst einu sem í 29%. Þetta var ekki 2016. En staða Þorsteins á þessu tíma var mjög erfið. Kannski var þetta bara fínt árangur hjá honum, miðað við allt og allt. Hann klofnaði flokkurinn á hans vakt, það var borgarflokkur fór. Flokkurinn klofnaði á vakt Bjarna Ben, sem Viðreisn fór. Mér finnst það annað sem að maður heyrir í Sjálfstæðismönnum miklu meira að tala núna, eins og að það hafi verið áfall að hafi klofnað flokkurinn. Það verið að segja svona að flokkurinn eigi að vera það breiður, hann eigi að geta náð fólkinu inn aftur. Og líka kannski grunur það að margt af Viðreisna fólkinu væri alveg til að koma aftur. Þannig að svona Viðreisn virðist ekki vera leiðangur sem að skila hann inn, sérstaklega eftir að þegar Kristrún hættir að tala um Evrópusambandið og Viðreisn eitt skilið eftir með það, þá tekst þeim ekki svona vaks á því, sko. Það vera eini Evrópuflokkurinn. Það er margt í pólitíkinni. Já, margt í pólitíkinni. Verður eitthvað allt annað á morgun? Allt annað á morgun. Nei, það er framhald að þessu. Ég held að þetta sé mál sem að enginn er búin að býta úr nálinni með. Nei, herruðum. Sigurjón, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir mig. Já. Og við ætlum að halda áfram með dagskránna á Samstöðinni, við ætlum að heyra sjúkrasögu og við ætlum að fara í ferðalag Íslandssöguna. Já, þetta er innslagið sjúkrasögur í Rauða borðinu. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að ræða við góðan gest hérna í dag, hana Elísu Guðrúnu Brynjólfsdóttir. Velkomin Elísa. Já, takk fyrir. Heyri, við ætlum þú ætlar að segja mér aðeins frá þinni sögu. Við höfum verið svona, ég hef verið að tala við fólk sem hefur gleymt við veikindi að einhverjum toga af og til hérna í Rauða borðinu. Já. Og við erum svona
bæði því við erum bara áhuga á fólki og hvað fólk að gangi gegnum og svo líka þetta fræðandi fyrir Akkurat. fólk og svona brýtur vonandi einhverja múra að tala sjúkdóma og veikindi og og svona við erum líka bara aðeins að kanna kerfin, þú veist, hvernig kerfin okkar að virka, hvort að fólk að fá það þjónustu sem að það þarf að fá, hvort að heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið sé að grípa fólk þegar það veikist. Já. Þú ætlar að segja mig frá átröskunar sjúkdómi. Já, ég sem sagt ég kannski ég sem sagt í raun og veru veikist af átröskun í kjölfar svona burnouts eða ekki, ég myndi ekki segja að vera kulnun af því það mun meira en kulnun sko. Þegar ég 30 þannig og í kjölfarið af burnoutinu þá einhvern veginn bjargráðu mitt verður átröskun og í raun og veru kemur það því að auðvitað var ég með kvíða og alls konar þannig í grunninn, þess vegna kannski leiðist ég þessa átt frekar en eitthvað annað en ég hef oft hugsað að kannski þetta bara þú veist, maður hefði alveg eins geta farið út í eiturlyf eða eitthvað annað, þetta var í raun og veru bara til að bjarga mér frá þeirri vanlíðan sem ég hef komin í og til þess að geta haldið áfram mínu hversdagslega bara lífi í raun og veru og í raun og veru veit ég ekkert hvernig þetta byrjaði eða hvað gerðist, það var bara eitthvað svona sviss, þú veist, í haustnum og ég í heilt ár sem ég mjög lasin en funkar ágætlega og mér fannst ég funkara betur í raun og veru í daglegu lífi, ég náði að halda öllum boltarum á lofti þannig áfram, ég var í raun og veru að gefast upp sem ég vissi ekki að það væri burnout eða vissi ekki hvað það var eða mætti því ekki eða skildi það ekki og svo gerist þetta í kjölfarið og einhvern veginn eins og ég segi átta mig ekkert á þessu strax, þetta er kannski bara eitthvað svona falin leið og sem gerði það verkum að ég einhvern veginn náði að taka betur á verkefnum, þessum daglegu verkefnum mínum. Varstu í fullri vinnu? Já, ég var í fullri vinnu og ég með 2 börn og stelpan mín var 30 ára á þessum tíma og 34 ára og ég var með strák í grunnskóla og var að fulla vinna á leikskóla á þessum tíma og var líka í öllu öðru. Þú veist, ég var í skólaráði og leikskólaráði og þú veist svona bara Súperkonan. Já, og eiginlega, ég segi stundum að maður hafi svona ofurkonu syndrom sko og sem var til þess að ég eins og ég segi, það kemur að því að það klárast bara batterið fyrst hugsaði ég sko, já, ég bara kláraði allt sem ég átti inni af orku þar til ég var, þú veist, sem ég átti að nýta til fertugs, ég kláraði það 30 sko, þannig að ég þurfti þannig að það var bara búið bensínið sko en eins og ég segi það hefði kannski bara verið mjög gáfulegt að mæta þessum einkennum burnouts og átta sig á þeim fyrr heldur en að leiðast svo út í þessa átröskun í kjölfarið af því svo hún svo rosalega erfið að eiga við þannig að og ég er búin að vera í raun og veru bara að eiga við hana núna í 9 ár eitthvað svoleiðis. Hvernig áttar þið á því að þú sért með átröskun? Ertu að fatta það sjálf? Er einhver að benda þér á það? Sko, ég í raun og veru þannig að ég hjá sálfræðingi á þessum tíma út af bara öðru, ég var farin að vera svo rosalega kvíðin í lífinu og átröskunin einhvern veginn sprettur upp og þá fyrir mér að líða betur og mér fannst ég vera að taka leiðbeiningu sálfræðingsins að fara út fyrir kassa minn og alls konar svona til þess að augra kvíðanum en í raun og veru var þetta svo bara svona hliðardæmi sem birtist eftir 3-4 mánuði þá fyrir hún að spurja mig sko og fyrir þá í raun og veru að útlista fyrir mig hvað þetta að því mér fannst þetta bara vera eitthvað svona í raun og veru ekki sjúkdómur, ég held kannski þetta væri bara eitthvað svona bjargráð eins og eitthvað annað, veist, ég upplifði þetta ekki sem neitt. Þekktur ekki einkenni? Alls ekki sko, nei, alls ekki. Þekkt engan með hennar sjúkdóm fyrir sko á þessum tíma og já, og svo er ég hvað ætla ég að segja já, hún í raun og veru upplýsi mig þetta og við ákveðum að sækja í meðferð hjá Hvítabandinu sem þá var og
og ég einhvern veginn vissi svo sem ekki hvað ég þurfti að bíða lengi eða hvað, þetta var ég án meðvitu það en á sama tíma var ég svo kannski ekkit endilega spennt fyrir því að það myndi gera strax að því ég var bara, mér leið bara vel í því sem ég var í á þeim tíma, mér fannst ég fungera vel. Varstu á einhvern nátt á hæ af Já, í raun og veru, það nefnilega svolítið skrítið sko. Mér fannst ég í raun og veru yfirstiga kvíðan, en það kannski af því að maður verður pínu dofin, af því að maður ekki nærður og þannig ég er svona yfirstiga kvíða minn með þessu og þannig ég hugsa að maður hafa svo pínu ég mitt verið bara dofinga hvert öðru eða hæ á tilfinningunni að vera bara með einhverja leið sem virkaði án þess að það væri eitthvað sem samfélagið myndi sjá eða eitthvað þess áttar sko. Það var eitthvað kontról. Já, það var eitthvað stýring sko, stýra mér í þess að þannig að ég hefði í raun og veru þyrfti ekki að pæli kvíðanum, hann einhvern veginn var bara þarna en hann stjórnaði mér ekki eins að því ég gæti haft stýring á þessu og þannig að ég í raun og veru alveg í fullri vinnu og í öllu fram að áramótum en við sækjum í ágúst inn á Hvítabandi og ég í raun og veru að bíða hann í 6 mánuði eftir að komast í meðferð en svona í október, nóvember þá var ég fann að vera svolítið svona ok, nú var ég alveg til í að þú veist, það færi eitthvað að gerast í þessu meðferðarúrræði að ég fengi inn af því að ég var alveg farin að finna fyrir því að þetta var orðið mjög erfitt, þetta var hægt að gefa mér eitthvað, þetta var í raun og veru bara konstant stjórnun í raun og veru af sjúkdómnum þannig mér leiði eins og ég hefði enga stjórn lengur sko, hvorki á þessu nýja öðru, þú veist ég var bara kvíðin líka, þannig að ég var ekki að fá ég var ekki ennþá að deyfa kvíðan og svo var hitt bara auka þannig ég var bara komið miklu meira sem ég þurfti að vinna með og en ég var að bíða og ég var að prófa að ringja og tjekka hvort ég kemist ekki að og eitthvað svona en það virtist vera löng biðröð eða sérst langur biðlisti og ég var samt alltaf svona að vonast til þess að yrði næst þetta voru svona 7 vikur í einu 8 vikur í einu þannig að eftir 8 vikur þá ætti ég möguleika að komast inn og eitthvað rétt fyrir jól ég ennþá að bíða og tala við þar þá þeir að taka nýjan hóp og ég ekki í honum og ég raun og veru finn þá að ég bara alveg að bugast sérstaklega á vinnunni á leikskólanum og fæ raun og veru nýja vinnu bara óvart, ég ákvað bara að segja upp á leikskólanum og fekk raun og veru samstundis vinnu annars þar, hún kom bara, ég sótti ekki fekk bara símtal og færði mig vinnu og var í raun og voru að vona með því að færa mig vinnu þá það álega minna og ég reyði betur við það en það breytti engu, ég var á sama stað og það bara var erfitt fyrir mig náttúrulega að byrja nýri vinnu, ég hafði enga hvað maður að segja, hafði enga orku eða bara í raun og veru heilastarfsemi til að læra nýtt sko, í nýjum vinnustað sko og en svo í raun og veru svona í janúar þá loksins kemst ég hjá sálfræðingi þá fæ ég sko ég var búin að vera hjá hinum ég hætti svo hjá henni á meðan ég var svo bara að bíða eftir meðferð sko en svo fekk ég inn hjá sálfræðingi sem sérhæfði sig í játurskunum og hún í raun og veru í fyrsta sinn sem hún hitti mig þá spyr hún mig hvort ég sé þú veist ekki búin að fara í meðferð eitthvað svona og ég segi henni ég sé að bíða og hún var sjúklega hissa hún sagði bara þú átt ekki vera að bíða veist, en máli var að ég hafði aldrei verið tekin inn ég hafði aldrei verið tekin í greiningaviðtal eða þú veist þú varst ekki komin einhvern veginn almennilega á biðlistan eins og í raun og veru tækla sig ekki sko ég var þarna sem nafn en í raun og veru var hringti mig til að taka stöðun en ég var aldrei þar fengi ekki að sjá mig eða í síma getur blöffað alls konar sem sést skilur að því mín átrúsku sjóstöðunum er þetta sést alls ekki á öllum en leið og ég mætti til sálfræðingsins það var hún bara hei þú veist, þetta gengur ekki þú veist, og spurði mig strax hvort hún mætti hafa samband og viku setna var ég búin að fá símtal frá teiminu þannig að það þurfti ekkert meira sko. Segðu mér aðeins að því svona, hver eru helstu bara, ef fólk þekkir ekki átraskanir hver eru helstu einkenni átraskana? Sko, við erum náttúrulega með alls konar sko, átraskunin er náttúrulega svona yfir hugtak yfir alls konar tegundir af átraskunum þannig séð og sumt er færð greininga ákveðnu tegunda átraskunni eins og búlimíu eða anorexíu án frekari útskýringa átraskun án frekari skýringa og eitthvað svona, það er alls konar í þessum greiningalista sem læknar fara eftir ofátið já, alls konar binge eating sem er það ofát og það er í raun og veru svo ólík einkenni en þau eru öll með sama mark með mörgu leiti þannig að þetta er svolítið
flókið að greina. Það einmitt það sem að fólk bara borðar of mikið og borðar til að deyfa tilfinningar og eitthvað svoleiðis og það leiðir oft til offitu. En þeir sem eru offeitir eru samt ekkit endilega með átröskun, skilurðu. Það allt annað því þetta geðröskun, þetta miklu meira í gangi haustmaður heldur en nokkuð tíma það bara þú ert að borða. Snýst svo lítið matinn þannig séð. Þeir sem eru að glíma við búlimíu þá eru þeir ofta einmitt að taka svona átköst, að borða rosa mikið en þeir nýta svo losunar hegðun á móti, hvort sem það ofsa hreyfing eða uppköst eða eitthvað svoleiðis, alls konar til að losa sig í raun og veru við það sem þeir voru að borða. En þeir sem eru með anorexíu, þeir kannski eru meira í stöðugu svelti og fara mjög margir í undirþyngd þannig að sést á þeim, skilju. En gerir fólk sér grein fyrir því? Nú var alltaf sagt einu svona þegar fólk er komið í mikla undirþyngd að heilastarfsemin sé eins og beglu að þú gerir ekki grein fyrir hvernig það lítur út? Sko, maður gerir sér kannski allavega í mínu tilfelli, ég gerði mér alveg grein fyrir því að ég væri grönn en ég gerði mér kannski ekki grein fyrir því að það væri eitthvað að því. Nei, en ég sá mig samt alveg í réttri mynd. Oft þannig, reyndar þegar ég var beðin hjá sálfræðingi að benda mynd sem ég sagði væri, þar sem ég myndi falla inn. Ég bendi alltaf kolranga mynd, en það var samt ekkert eitthvað, ég fór ekki alveg á hinn endan á skalanum, en mér fannst ég ekki vera þannig að það væri eitthvað að þessu. Ég var bara stolt af í raun og veru þeim árangri sem ég hafi náð, skilju. Þetta var í raun og veru, útlitið mitt var í raun og veru staðfesting á því að ég væri að gera þetta vel. En ekkert endilega þetta, heldur ég bara væri að gera vel. Ég væri að halda áfram, þetta væri að hafa skila því sem það átt að skila og hafði aldrei hvorki með útlitið mitt að gera neitt annað, þannig. Þetta var bara eitthvað bjargráð, En það verður kannski í það verður kannski í öllum þessum átröskunar sjúkdómum ákveðin réttlæting á því af hverju þú, ef fólk bendir á bara þú ert orðin allt of stór eða allt of létt eða hvað, þá verður það samt svona réttlæting að ekki? Jú, í raun og veru það í raun og veru það versta sem maður heyrir í raun sérstaklega að fólk sé kommentar á útlöndi. Já, í raun og veru allavega best fyrir átröskuna, verst fyrir einstaklingin af því að allavega eins og mínu tilfelli að fólk var að benda að maður væri á grannur þá var maður bara, yes, akkurat ég er ennþá að, ég er greinilega að gera rétt, ég er góð í þessu eitthvað svona en ég er ekkert þessum að það kannski upplifun allra en það var svolítið mín upplifun en ég veit að fólki finnst það mjög óþægilegt og líka fólk sem er að koma kannski að fara að stað í bata og fólk fyrir að hrósa fyrir bara nú lítur bara rosa vel út þá hugsa fólk bara, nú er ég feit já, þú ert að segja þessi orðin en ekki bara frábært og sér það ég er að vinna í heilbrigðinu mínu eða eitthvað þess aftur þannig að þetta er ekki góð það er eiginlega svona ráður sem bara talar að ekki tala mikið útlitið. Nei, í raun og veru. Bara freka, bara gaman að sjá þú ert komin, þú ert fann að vera meira með okkur, bara hvað er gaman að sjá þig eða þú veist, eitthvað sem kannski var að fara að vanta. Þannig að bara það sé svolítið utan þess sem maður sé að hrósa fyrir, En svona, þetta í raun og veru, eins og maður segir oft, í raun og veru grunnuna þessu öllu bara einhvers konar geðröskun sem snýst getur verið alls konar kannski undirliggjandi hvort sem það er eitthvað fullkomnur árta eða bara rosa þunglindi eða eitthvað sem verður að reyna að flýja og þetta verður leiðin en það er enginn sem segir bara ég ætla að velja mér að vera með átröskuna því ég, þú veist, hef valum að fara í eitulyf eða valum þetta hitt. Það velja átröskuna. Já, þú veist, nei, upplifun mín var alls ekki þannig allavega að ég hefði eitthvað val. Þú veist, þetta bara gerðist svona hjá mér að menna gerist einhvern veginn öðru sig öðrum. Og en þetta er svona, oft er það þannig að fólk hefur ákveðna ímynd að það séu bara þessi sem er í undirþyngd og eins og beinagrindur sem er að þjást af átröskun. En í raun og veru eru þeir sem eru kannski bara 10% af öllum þeim sem þjást af átröskunum. Þannig að það er svolítið brengluð í raun og veru, hvað segir svona fyrirmynd, eða hvað segir maður, það sem er svona staðalímyndin, skilur, að hún er í raun og veru, að það sé það sem fólk heldur að sé átröskun, af því það er bara svo fáir þar. Stærsti parturinn er bara í svona eðlilegu þyngd en er bara að glíma samt sem áður og er alveg í raun og veru að hætta lífi sinu jafn mikið.
með uppkvöst og annað, þetta náttúrulega bara að setja innbalans á lífið og maður hefur alveg heyrt sögur af því sem að fólk sem bara lendir í heila stoppi eða hjartastoppi og svo það hafi aldrei, líkamsmyndin hafi aldrei verið þannig að fólk hafi gert ykkur athugasemd við annars skilur bara verið nokkuð eðlileg en auðvitað það líka svolítið í samfélaginu í dag að þú kemst mjög langt að undirþyngd þar sem fólk bara rosa stolt af skilur öðrum fyrir að vera þar að við erum svona útlitslega sinnuð sko og það svo mikið svona verið að tala að þeir sem eru mjóir það sé sko gólið hjá flestum, fólk eigi að vera þar, skilur, eða mann finnist það vera svolítið það sem að samfélagi leitast eftir og eða svo veist, að tala og það mjög mikið umræðinu, þú veist, fólk alltaf í ykkurum megrunum eða, þú veist, við ætla að fara í keto og ég ætla að prófa þetta og alls konar svona, af því það alltaf að reyna að verða grannra en það eða mjög margir allavega, af því að ég held að flest öll eru við bara eðlileg, skilur á okkar staði við borðum eðlilega og þá en auðvitað eru við öll misjöfn, skilur sumir hljóta vera ætla að vera stærri en öðrum að því svo þetta líka náttúrulega bara genetist. Já, ég segi það alveg eins og hárlitur og auglitur og svona, að fólk reyna að berjast gegn í raun og veru bara einmitt genum og í staðan fyrir að bara, ok, þetta ég, en auðvitað allt, það örugglega engum í genum gert að vera í ofþyngd sem skemmir líkamann eða þú veist, við erum að tala þannig að fara að hafa áhrif á heilsu þína en mjög margir sem eru bara jafnvel myndu skora yfir þyngd þó sé ekki í offitu að þeir eru samt hraustar en mjög margir sem eru grannir sko. Þú veist, og það eitthvað sem að fólk átti sig ekki á heldur alltaf að þeir sem eru stærri séu bara óheilbrigðir en það bara svo alls ekki þannig mjög margir af þeim sem að æfa mikið eru þungir en þeir eru tífalt heilbrigðari heldur en ég kannski, þú veist, þó ég sé ekki stór eða þannig og ég var oft notað, á tímabili notaði þetta að fólk var að segja bara, já, þú hlýtur að vera í góðu formi ég bara, nei, ég hugsa að þú sért í betra formi en ég þú veist, ég held að þú sért heilbrigðari en ég nokkuð tíma þú veist, í bara, já, varðandi bara næringu og annað, þú veist og þannig að útlit segir ekki neitt ekki þessu, sko Herðu, en þú varst að segja mér að þú varst hjá sálfræðingi og sálfræðingurinn og þú andanum komst inn í teymið og það var bara í raun og veru eins og fyrir mig það var það bara nauðsynlegt veist, ég veit ekkert hver ég hafði enda annars ég var búin að vera svelt í heilt ár eiginlega og já, ég ekkert eiginlega ég var bara búin að vera svelt í ár en það í raun og veru þarna þær á hvítabandinu átraskunarteymið sem svona fyrir fullorðna og erum með sér hæð það þarna alls konar þjónusta bæði sálfræðingur og fjölskylduráðgjafi og þetta pínulítið svona bara eins og lítil íbúð og erum hann nokkra saman og sem bara rosa gott að vera, það ekki stór hópur en það hópur samt sem áður þið þá að mæta bara daginn eða? Já, og það var það sem var í raun og verið boð og hefur alltaf bara verið í boð á Íslandi þessi dagmeðferð, annarkvort göngudeildameðferð sem þá bara 1 viðtal á viku hjá sálfræðingi og jafnvel 1 viðtal hjá næringafræðingu og eitthvað svona, en dagdeild hefur svona verið svona mesta úrræðið sem hefur verið sérstaklega allavega fyrir fullorðna, BUGL hefur ykkur innlagnar úrræði en svona fyrir eldri. En engar innlagnir? Sko ekki, það hefur verið innlagnir á sko þá bara almennri gjalddeild niður á, þú veist, niður á Landspítala, niður á Hringbraut. En ekkert sérhæft eitthvað? Alls ekki neitt og það hefur alveg vantað og við höfum semst í sátt, við erum svolítið eftir, ástæðfyrir við stofnum sátt sem eru samtökum átraskanir og tengdaraskanir að vara við, semst okkur fannst úrræðin vera of lítil. Og svo skipti máli, ef það fékkst ekki fólki vinnu þá til dæmis var ekki dagdeild og sem maður náttúrulega eiginlega ekki hægt að þú veist, hafa rök fyrir sér varandi það að þú veist, að vantar starffólki vinnu, við getum ekki boðið upp á dagdeild. Því við erum að tala um sko sjúkdóm sem að drefa fólk til dauða. Já, og þetta sko einn af sko hvað var það dánatíðni þegar þá þetta með hæðstu dánatíðni geðraskana og það rosa sérstakt þetta nefnilega stóralvarlegt og stóralvarlegt að í raun og veru sé ekki til betri úrræði og oft hugsa maður búum í svo litlu landi og sem betur fyrir þá náttúrulega prósentan, það ykkur x prósenta af
heildarfjölda íbúa sem greinist kannski með átröskun eitthvað svo leiðis, að við getum ekki sem þá lítiltala í okkur með að við margstaðar annars þar í heiminum, að við í raun og veru höfum ekki betri úrræði eða aðeins meir, af því það þarf ekki svo mikið auka fjármagn til þess að hægt væri að mæta þessu. Nei. Og af því að það til dæmis var og gerði að verkum að þetta var sko, þú ert 8 vikur en þú ferð heim klukkan 4. Já. Og ef þú síðan ferði gamla farið þitt frá 4 og þar til 8 næstu dag, þá svo lítill árangur af meðferðni. Já. Þannig að þú þurftir að vera bara í fullu prógrami ef þú ert í meðferð. Já, og ég enda á því að fá í gegn að fara í meðferð til Finnlands í svona heilstætt úrræði, af því að það var ekkit annað, bara var ekki að virka fyrir mig og ég vildi ná bara betri bata og eina ástæðan fyrir því ég held ég hafa fengið að samþykkt hjá sjúkratryggingum að það yrði greitt var það að dagdeildin var ekki boði af því það vantaði starfsfólk og eitthvað svoleiðis. Þannig að þá gat ég fært rauk fyrir því að því þeir telja þessi meðferð erlendi sem heilsta meðferð sé sambarlega þeirri meðferð sem við eigum minna heima. Já, en hún það ekki. Bara langt í frá. Af því að við erum að tala sérhæft úrræði en við erum ekki að tala innlögn á deild með öðrum sem eru með alls konar aðra raskanir, fólk sem ekki sérhæft í að sinna fólki með átröskun og það inn á eins og bara almenni geðdeild og síðan þá dagúrræði í staðan fyrir heilstætt bara úrræði 24/7 eins og út í Finnlandi. Og þar ég í 3 mánuði en mjög flest allir sem farin það úrræði frá Finnlandi og öllu Finnlandi og þetta eru 7 herbergi eða 7 pláss inni í einu, það alveg upp í 1,5 ár sem fólk inni. Já. Þannig að mínir 3 mánuði voru ekki neitt með. Nei, og raunum fekk ég samþykkt á 2 mánuði með 3. mánuðnum sem auka. Já. Og þegar ég að vera búin með minn 3 mánuð þá allir bara, allt starfsfólki bara, ég trú ekki að, þú veist, við þurfum að láta þið fara, við bara kunnum eiginlega ekki að vinna með fólk sem svona stutt. En reyndu samt að mæta mér eins vel og gátu og þetta var í raun og veru lífsbjörg fyrir mig, að því að í raun og veru hér þá bara náði ég aldrei að snúast og taka þetta með mér heim, aldrei að fullu, það var alltaf bara smá, eftir meðferð liðu ykkurir x mánuðir á meðan ég var að reyna að halda mér, svo þurfti ég bara að fara aftur þá þurfti ég að fara aftur og biðlista og bíða, þannig þá var það ástandi verra svo þurfti ég að fara, það var svolítið eins og fá alltaf bara plástur og sem að dögði ykkur næxt tíma, upplýði ég þú veist, það dögði ekki fyrir mig, það dugir örugglega fyrir marga og hefði mögulega dögð fyrir mig hefði ég komist fyrrað uppal í fyrsta skipti en það eins og ég segi, það hafði svo lítið að segja fyrir mig, þannig að ég var með mikla þörf fyrir það að ná betri bata mig langar í bata og kannski sérstaklega því ég eldri og ég hef samanburðum við hver ég var fyrir 30. Ég veit hvað heilbrigt, ég veit hvernig ég heilbrigt, ég veit hver mín heilbriða þyngd ég veit hvernig ég háskólamenntu og allt þetta ég veit hvar ég þar og svo stöðuna mín dag, þannig ég hef svo skýran samanburð, ólíkt kannski þeim sem veikjast 14 ára og ekki einu svona komna með fullorðins sín og sjálfsmynd á sjálfa sig. Þannig að fyrir mér var þetta þannig ég vil bata, ég vil komast lengra nær því að vera ég sjálf og ná þeim stað sem ég var á þannig að og þetta gerði það fyrir mig úti, það lokaði alls konar hegðun sem var fann að byrtast hjá mér eins og bara ofhreyfing, eitthvað uppkastum og annað sem ég vildi losna, ég varð bara losna við, það var orðið svo rosalega, þá var auðveldara fyrir mig að vera svelti, þetta var rosalega svona, var að taka mjög mikinn toll af mér, það erfiðara þegar það átt börn og annað að vera í þeim fasa, fannst mér. Þannig að með því að fara inn í svona stofnun sem bara lokar öllu, ég meina þú ert að láta opna fyrir þig klóstu og þú ferð ekki sturtu ein og allt þetta til að byrja með og það engar hurðar, þú getur ekki opna neitt sjálf, það ekki opnaleg fög á gluggum, þú veist, til þess að fólk... Þetta er eins og verið sjálfskipuðu fangelsi í raun og veru, og smygla inn til sín sjálfviljur dópinu. Já, akkurat, þetta er svolítið eins og að vera að neita í meðferð, þess vegna þau að loka á það allt með því að fólk geti ekki og þú veist, rýmið lítið svo lítið sé hægt að hreyfa sig og annað sem eru þættir sem að sem að valda skaða, miklu skaða, þannig að þetta var bara fulltime vinna að vera í svona en þetta er samt svo vel uppsett og vel gert og það eftir þetta líka tímabil þar sem fólk getur farið út í íbúð sem stofnunin á og komið inn
í dag status eftir að það þá búið að vera en þá það ekki þannig að 4:00 ferða heim það kannski fyrir heim 8:00 og koma aftur 8:00 já, þú veist, til að eyðileggja ferlið og og það svolítið það sem við sátt höfum verið svona að dreyma eitthvað svona úrræði hér svona heilstætt úrræði jafnvel bara lítið hús út einhvers staðar skilur bara í skilur út fyrir borg og bæ og vera bara einhvers staðar í næði og vera með náttúru og vera svolítið þannig að sé svolítið lítið sem sæki eitthvað annað og finna bara svolítið að þarna sé eitthvað svona heilstætt að meðan þú ert að ná tökum á sig sjálfur og flest allir sem ég tala við og hafa verið mjög slæmir þeir eiga mjög erfitt með þetta bara dagprógram sko. Reynda núna eftir að átröskunarteymi færðist á Klepp að fyrst var þjónustan lítil og það var svolítið mikið maus að hafa það var allt bara minkað í raun og verið þjónustan það var ekkert mikil þjónust á Hvítabandinu en svo var hann ennþá minn eftir að fóra á Klepp en svo vorum við í sátt vorum hérna fyrir kosningar mjög mikið að berjast fyrir því að það yrði bætt eitthvað eða yrði eitthvað aukin þjónusta eða auki fjármagn sett í málaflokkin og það endaði þannig að það kom auka fjármagn þannig var þetta ráða auka starfsfólk og svo endaði þannig að þau fengu heila hæð í aðal Klepphúsnæðinu sem í raun og veru ásamt damteimi svona dialektísk atferlismeðferð þar hópur sem vinnur í því líka fyrir Landspítalann og þau eru þarna saman, þannig eru sálfræðingarnar, það næringafræðingarnar, allt á þessum stað og þeir fengu líka í gegn 1 pláss á sólarhringsgangi fyrir neðan á annara hæð þar sem þeir eru þá með möguleikan á samstarf á milli hæða, þannig að þó að dagskráin ljúki 4:00 þú veist, í teiminu að þá fer einstaklingurinn niður í innlögn og starfsfólki þar hefur betri þekkingu eftir að þetta samstarf kom á sko. Hafið þið í sátt sko fengið að svona ræða við spítalann upp á svona hvað ykkur finnst Já sko það var hvernig ykkur finnst að þetta þurfa að vera Já, við í raun og veru sko teimi í góðu samskiptum við okkur og við höfum verið fengið til að skoða alls konar eins og eitthvað app sem þau voru að þróa og eitthvað svona verkefni þannig við höfum verið svona álitsgjafar á því og annað sko, hvort við höldum þetta virki hvað myndum við halda myndi virka betur við höfum komið inn með þú veist, það var tímabil að maður kom inn með svona, þú veist, batasögur og annað sko en annars sko ég var stofnað svona samráðsvettvangur millis, það var spítalinn og heilbrigðisráðuneyti og alls konar heilsugæslan og annað og við vorum í með í því en ég veit ekki alveg það hafi ekki verið það margir fundir held að það hafi svolítið verið þú veist, skotið í ykkur nefnd og svo hafi verið eitthvað lítið gert veit að formarinn okkar Elín Vigdís og hún sem sagt, já hún var í þessu og var að mæta og segja þá svolítið okkar sjónarhótt sko. En það sem við sáttum kannski helsta, þú veist, í erfiðleikum með að það eru, þú veist, foreldrar og ættingjar að hafa samband við okkur hvað þau geti gert. Af því það ekkert rosalega mikið fyrir, það kannski eitthvað fjölskyldu meðferð í teiminu en það oftast bara nánasta. Þú veist, oft þetta reynda foreldra sem eru kannski með barnið sitt á biðlista og bugg líka þegar líka biðlistar þar sem ætti náttúrulega bara aldrei að vera hvað var það börn og úrlingar sko og eru þá bara í öngum sínum þú veist hvað getur við gert og hvernig best að við hjálpum og svona en við í raun og veru höfum ekkert engin völd þú veist í að berjast fyrir að einhver komist undan öðrum eða skilur við höfum engan áhrif að biðlista þannig en við erum svolítið að reyna að vera þessi fræðandi þáttur og upplýsandi þáttur og erum með mitt svolítið að reyna að dæla nefna heimasíðu okkur langar með góða heimasíðu sem þá með upplýsingum hvert sé hægt að leita og þess áttar þannig að já, hann við svolítið að viljum svolítið vera þar að fá svo kannski tækifæri til að fara inn í grunnskóla fara inn á heilsugæslur fá að vera svona með fræðslu bara til þess að sé mitt eins og bara hér í dag að maður sé að tala þetta
að það er ákveðin skömm gagvart þessu. Já, ég ætlaði að spyrja þig sko að því hver er ástæðan fyrir því að lítið er talað átraskanir einhvern veginn í samfélaginu og hver er ástæðan fyrir því að spítalinn er ekki með sterkari úrræði ef þetta eins og þú segir að þetta er sko hæsta dánatíðnin. Já, ég skil það í raun og veru ekki hvað það er í raun og veru lítil áhersla á þetta þannig en hérna... Er þetta svona samfélagslega samþykkt af þessu leiti? Já, að mörgu leiti nefnilega. Að þetta með allt megrannirnar og allt þetta? Já, þannig að stór hluti kannski bara sko af þeim sem veikast hérna átröskun eftir slíkt eða eru veikir fyrir, þeir bara hverfa inn í megrunarmenninguna, skilju. Já, megrunarmenninguna. Já, eins og þú veist, að við erum alveg í svona ákveðinu. Útlitsstyrkun og megrunarmenningu sem að bara færa blómstra svolítið. Já, og maður finnur það bara, ég meina, á hverjum vinnustað og sérstaklega eftir hvern vinnustað. Ég meina, hvað er ekki oft sem að einhver segir bara, ég ætti nú ekki verið að fá mér þetta. Svo fær fólk sér það. En það þarf samt að segja það. Og hérna þó það sé kannski ekki fólk með átröskun en það er bara þetta svo mikið lenska að það er alveg samþykkt þó einhver fá sér aldrei neitt. Þú veist, það er enginn pæli því. Já, herðu, hún á föstudag í dag. Svo er þetta líka, svo kemur þetta líka við sko varandi bara kvennabaráttu í rauninni. Akkurat. Af því svo erum við líka með þessar sko, þú veist, hefðir í rauninni og bara sögu kvenna margar aldir aftur í tíman þess að konur eru elda fyrir alla. Já. Og hérna, eiga helst ekki sjást borða sjálfar. Já. Þú veist, og allt þetta. Það er svo margt sem er í grunninn. Já. En ég held að skömmin sé svolítið, sko, ég gerir mér ekki eins og grein fyrir því, en að það sé eitthvað svona sem er rosalega mikill þáttur sem þú þarft að gera, þú veist, að borða. Já. Og þú getur ekki bara hætt að borða, þú þarft að borða. Já, þannig sem mér finnst vera munurinn á milli þess að vera með áfengisfíkn eða þetta, því að maður getur raun og veru ég get það bara hætti en haldi mínu hversdagslega áfram eða sko tekið það út úr myndinni en hjá okkur er það þannig að þú veist, ég get ekki tekið það út úr myndinni því þá er ég að sinna sjúkdómnum sko, ef ég er ekki að sinna matnum. Þannig að... Þú þarft alltaf, hvernig var þetta, það var alltaf sagt í svona tólsporasamtök, átröskunarsamtökum skilst mér að þú þarft alltaf eitthvað að hleypa drekanum út og fara út að labba með hann. Já, ég man ekki, ég hef ekki hýrt þetta, en allavega er þetta svolítið sko, kannski er það skömm að eitthvað sem á að vera svo eðlilegt sé ekki eðlilegt. Þannig kannski ólíkt í að sé eitthvað sem fólk veit að það á ekki vera að neyta eða eitthvað þess að það er öðru sér stimpill. Þannig að það er ákveðin skömm að þetta sé vandamál. Þannig að kannski hefur það líka orðið til þess að við erum ekki með úrræði af því það eru fá sem hafa leitað sér aðstoð við þessu af því að það er ykkur ákveðin skömm við því. En ég, eins og ég segi, við að sjálfsögðu viljum sjá meira úrræði því til í raun og veru er þetta ekki rosalega stór hópur af fólki, hvorki úlingum þó það hafi aukist reyndar eftir COVID og annað og líka bara með samfélagsmiðlum og svo leiðis. En hvað með rannsóknir á þessum sjúkdómi og svona úrræðin, eru þau þú veist eins og hvað þú ferðan til Finnlands, þú veist, eru samt úrræðin nóg góð, þar sem þau eru góð, er búið að rannsaka þetta nægilega vel? Sko ég mitt er ekki alveg, ég hef ekki bara passi rosa, sko það passar ekki neitt öllum. Nei, og hérna eins og ég segi, mjög margir hafa örugglega farið í gegnum meðferð á hvítabandinu og ná svo bara að halda sér í bata, þó eins ég kannski ekki batnað en að halda sér í bata lengi og bara kannski alla ævi eftir meðferð, en svo er aðrir sem að þurfa meira og þó ég hafi farið í þessu stóru meðferð þá er ég ekki endilega, ég segi mig oft verið bata skilur en ég alveg mín, þú veist, ég þarf alveg að hafa mikið fyrir því, örugglega jafn mikið og sá sem fór einu sinni í dagmeðferð en hún dugði til. Þú veist, ég þurfti bara meira til þess að koma mér þangað en ég, sko, rannsóknir, mér finnst náttúrulega eins og bara í öllum rannsóknum, í öllum fræðum, þá er náttúrulega bara verið að skoða eina aðferð og hún kemur svona út og svo verið að skoða hitt og það gengur ágætlega. Þú veist, þannig er ekkert eitthvað svona eitt skýrt sem virkar. Eins og í Finnlandi til dæmis var það þannig að við fengum aldrei að sjá viktina, við vorum viktar og hugmyndafræðin var að við ættum ekki að fylgjast með tölunni og annað. Þannig að það ætti ekki að trufla okkur. En hér heima vinnur átröskunarteymi með það að við erum að feysa töluna hvert einasta sinn sem við mætum í meðferðartíma. Þannig að
sérst, einu sinni viku eða eitthvað ef þú ert á dagdeild en ef þú ert í göngudeild og kemur inn einu sinni viku þá ertu viktu og þú þarft að sjá töluna af því þar hugmyndafræðin að sætta sig við að talan segi ekki neitt og jafnvel þó sem búin að borða í heila viku að breytist talningi neitt og allt þetta þannig þannig eru sikkort sjónarmiðið sko að bara á þennan þátt meðferðunar en til þess að það mjög vel að vera ekki látin sjá töluna. Og ég fann það eftir að ég fór þangað, ég vissi það ekki að hitt væri erfitt fyrir mig, svo fikk ég hina leiðina og hún henta mjög betur þannig að ég passa mig til dæmis á því að stíga aldrei á vikt af því að ég veit að tölur eru mjög triggerandi fyrir mig þannig að, en fyrir aðra það kannski bara góð leið til að halda sér í bata ef þeir eru búin að læra það að sættast töluna þannig að það eru ólíkar leiðir að bata. Og svo eru í rauninni það ennþá að koma nýjar greiningar eins og bara geðlækna samtökin í Bandaríkjunum eru að koma með greiningu núna á sjúkdóm sem heitir arfið. Já, einmitt. Sem svona áferða, þú veist, getur ekki borða mat í ákveðin áferð og allt þetta. Getur vantarlega mjög líklega verið algengt meðal fólk á einhverju rófi getur trúið. Já, mér fannst eins og ég hafi lesið það einmitt, að mér finnst það sko, ég hafi lesið það. Og einmitt oft tengt því svona röskun tengt við einhverfi sko en það hefur jafn sko hátt dánatíðni ef ekki herri heldur en hjá fólki með anorexíu til dæmis. Já, og ég held að sé þú veist, þessin erum við ekkit að eitthvað að sko, maður kannski á ekkit að vera, ef maður horfir bara átröskun sem átröskun í staðan fyrir að horfa, þú veist, alla undirflokkana undir allan, að því oft það þannig að einhver sem eru með sem sagt kannski ofát geðröskun sem þeir eru í ofáti eða með búlimíu þeir finnast þeir lægri heldur en þeir sem eru með anorexíu af því þeim finnst þeir ekki standa sér nú vel eða að þú veist, það sést ekki á þeim okkur ættu þeir að sækja meðferð nákvæmlega. Eða að þegar þeir kom til læknis sé litið á það öðruvís heldur en manneskjuna sem það sést utan á og eitthvað svona, þetta sé eitthvað svona flokkar en að sjálfsögðu þetta allt jafn skilur mikil röskun, þetta allt sama geðröskunin, auðvitað getur verið með vægt þunglindu og mikið þunglindu og allt það sem sami hinu, það skiptir ekki kannski máli hvað það heitir samt sem það ef það er sama skilur undirliggjandi orsök og sama í raun og veru þetta er sama svona í rauninni bara með átröskun og svo bara hvað hefur hún mikið truflandi áhrif á líf þitt já, það er kannski þessi og hvað er hún að setja því mikla hættu já, sem er í raun og veru getur verið hvað tegund sem er sko en svo er það líka, svo er það sko aðstandanda dæmið sko líka nú náttúrulega er allir geðsjúkdómar vantarlega sko, allir sjúkdómar hafa áhrif á aðstandur hvort sem það eru geðsjúkdómar eða líkanlegir sjúkdómar eða hvað sem er sko en er það svo að það sé meira álag með geðsjúkdóma og þá átröskunarsjúkdóma heldurðu? Sko, mín svona tilfinning er að sé svolítið öðruvísi. Það er kannski öðruvísi álag. Já, það er líka mín tilfinning nefnilega. Já, ég held að sé sko, það getur verið brjála álag að vera með einstakling sem er líkamlega veikur. En oft er það kannski, þú veist, ekki eins andlegt álag. Nei. Þú þarft að gera meira, þú þarft að... Já, það er kannski líka því að það er meiri samfélagslega samþykkt og þá far viðkomandi það þjónustu sem hann frekar það þjónustu sem hann þarf. Já, oft getur hann fengið heima þjónustu eða ef það er það mikið, þú getur sótt alls konar sem er ekki ef þú ert með geðröskun. Og ég held að þetta sé andlega mjög lýjandi fyrir aðstandendur og oft vita ekkert hvað þeir eru að gera. Það er svona kannski, og það skiptir kannski ekki hvaða sjúkdóma það er. Það fer bara, sérstaklega hvað varðar átröskunni þá erum við upplegað fólk sem mjög ráðalaust sko. Að ég meina, barni borðar ekki eða foreldri borðar ekki eða hver það er. En það er svo eðlilegt að borða fyrir öllum hinum. Þannig að það á svo erfitt með að skilja þetta, geta sett sig í sér spor, bara akkur borðar ekki, fáðu bara borða, þetta er ekki flókið. En á meðan að það er kannski ef þú ert með þunglindi það er kannski öðruvísi skilningar á því fólk er bara inn í herbergi þú nærði ekki fram, þannig minni samskipti og að borða er líka, þetta er svo rosalega svona sósíal element bara í okkar bara í öllu samfélagum held ég sko, mjög mikið þú veist. Þannig að þú veist, þetta er ekki bara það nærast, þetta er líka það að eiga stund með fjölskyldunni og eitthvað svona. Sem hverfur náttúrulega ef að það er einhver veikur að því það verður það bara orðið að einhverju
jafnvel mamman að sitja með barninu sínu eða pappin í 2-3 tíma til að klára matinn. Ef að barnið í meðferð og ætlunin að reyna að koma, þú veist, breyta og hjálpa þeim að bata og það bara svoleiðis, 3 tímar, þú veist, að klára af disknum sínum með gráti og öllu, þú veist, þetta ekki djóka að gangi í gegnum, sko. Og kemur í veð fyrir kannski að fólk getur ferðast og... Já, ég held að, þú veist, foreldrar séu mjög bundnir í svona aðstæðum og líka bara fyrir fólk sem veikt, vinir sem ég kynnist úti í Finnlandi, ein af mínum bestu vinkonum þar, hún hefur til dæmis aldrei farið erlendis af því hún búin að vera veik sín og 20, af því hún getur ekki farið neitt. Ég ætlaði að heimsækja hana og vera hjá henni í viku og var með miða á allt og var komin út til Finnlands þegar hún í raun og veru treystir sér ekki til að fá mig, af því hún getur ekki breytt sínu munstri og fitta mannesku inn í hennar sko átröskunna munstur. Þú veist, það sem átröskunin krefur af henni. Þannig að veist, það ekki auðvelt að lifa lífinu eða gera eitthvað, hvorki fara neitt eða bara fara í veislu eða bara hvað sem skilur við. Það svo oft sem að það svo rosalega mikla reglur í kringum þetta að það bara flækir bara allt í kringu þið, þú veist, vinnu, félagslíf, bara allt. Þannig að þetta getur verið mjög erfitt og mjög erfitt líka leiðbina. Veist, það er best að þú bara segir ekki svona, því það kannski bara virka fínt fyrir þitt barn, virkaði ekki fyrir mitt barn. Eða eitthvað svoleiðis. Og ég segi oft börn að þegar maður setur sér aðstæði sem foreldri, en þetta hefði alveg eins verið hjá mér, þú veist, maki eða annað, það þýddi ekkit fyrir nefn að segja neitt. Og oft hættir það bara að segja eitthvað, af því það er bara auðveldara, sko. Og maður skilur það mörgu leyti. Ég hefði ekkit viljað að maki mér væri oftar að pikka í mig fyrir framan börnin mín, sko. Ég vildi frekar sitja með þeim þó ég væri þá ekki að borða nóg, en heldur en að hann væri að pikka í mig og það yrði einhverju vesinni, þú veist, þá gáttu við allavega að setja saman. Þó það var löngu, þú veist, það var langur tími þar sem að það var ekkit skemmtilegt að vera með mér heldur, sko. En ég var þá allavega og svoleiðis, en þetta mjög flókið eiga við, en þetta þurfum við bara að opna umræðina þannig fólk átt sig á þessu og einmitt hvað á maður að gera sem aðstandandi og það sem kannski áhugavert að sjá hjá okkur sátt að við erum að fá spurningar, mjög mikið frá aðstandendum og þá sem að bara vá hvað fólki þykir vænt fólki sitt og vill geta hjálpað og vill einhvern veginn gera og þá væri rosa gott ef að maður hefði einhvern til að vísa á, þú getur tala við þennan eða það ekkert svona kannski pjúra úrræði fyrir því, sko. Þannig að við erum, það svolítið úrræðaleysi, sko, en kannski númer 1, 200 þessi biðlistar, sko, sem að við erum bara að glíma við svolítið mikið. Foreldrar með börnin sína bíða eftir bugl og svo nefnilega í þessum sjúkdómi eins og mörgum öðrum. Ef þú finnur að þú þarft að meðferð núna og ert tilbúin í hana núna, ef þú þarft að bíða 3 vikur, þá getur vel verið svo löngu búin ákveð að þú ætlir ekki að fara, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, þannig að það svolítið svona eins og með alkoholisman á þessu leyti líka. Já, þessi biðlistar náttúrulega bara rosa erfiðir af því að þú veist, mér fannst ég til dæmis á mínum bið, þú veist, menn ég var að bíða, þá fannst mér af því ég komst ekki að þá þyrfti ég að gera betur, skilju. Þeim finnst ég bara ekki vera nógu lasin. Ég verð bara að verða svolítið meira til þess að ég loksins átt sig á því að það getur tekið mig inn. Sem hræðilegt að þú veist, að maður þurfi í raun og veru, en maður heyrir þetta líka með fólk. En þetta líka með bara aðra gegnsjúkdóma, þunglindi og ég þarf örugglega gera tilraun til sjálfsvígs til þess að fá að leggjast inn. Já, og maður heyrir þetta, þú veist, ég búin að heyra fólk, þú veist, tala með mitt að nágranninn hafi brotið og bramlað í stigaganginum dag eftir dag til þess að fá að komast inn, en það var allt gert með, þú veist, það allt með ákveðnum, skilur, bara til þess að fá aðstóð sem hann gæti ekki fengið öðruvísi. Og maður hugsa bara í alvörunni, erum við þarna okkar litla samfélag, ættum að geta gert betur. Já, í einhver svona desperasjón þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Já, og við náttúrulega erum ekki það ekki að breytast. Við finnst við bara alltaf vera með þessar 3 deildir og færast á milli og okkur vantar lækna og okkur vantar pláss en ég alveg sem að það fullt af góðu fólki sem vill vinna á deildum með, þú veist, og vinna í þessu, ef að það væri ekki líka að lenskana taka fólk inn, setja plástur og henda því út. Ef þú fengir að sjá ára okkur vinnurinn þinnar, þú sérð að manneskinn sem þú færð inn, hún fær þann tíma sem hún þarf
og hún kemur út og stendur betur, Já. þá hlýtur þú líka verða meira, skilur, líða betur þín stjárfi þegar þú sér það árangur erfiðisins, skilur. En ef þú ert alltaf að henda fólki frá þér sem aldrei tilbúið raun og veru til að fara út. Það bara búið að plástra, það kannski nógu lyfjað eða hvað það til að standa í smástund, þá það sett út fyrir næsta. Og ég hef oft hugsað það sé kannski þessi velta sem að maður sér í þessum alls konar teimum og annað, sé af því að fólk þessi, þú veist, þessi velta, því ég var ekki til að vera að vinna þar sem ég sagði aldrei að það myndi skila nokkrum árangur sem ég var að gera. Þetta bara svona á svona okkur börnáttsstarfi. Já, svolítið mikið og ég held að fólk hafi líka ákveð að stíga út úr því áður en svo komið. Þess vegna verða ákveðin velta, en það ekki þannig að við séum ekki með fólk sem vil ekki vinna í þessu og vinna með fólk með átraskanir og annað. Við höfum bara séð fullt af fólki með áhuga fyrir því sem hefur samt stigið út úr Landspítalanum, stigið út og farið í fæið sitt annar staðar af því að þetta er svo lýjandi. Nákvæmlega. Þannig að við viljum sjá bara, og ég held að við getum það. Já. Ísland, sko. Við þurfum ekki að vera svona eftir á, sko. Nei, við þurfum þess ekki. Alls ekki. Hvað vita hvað eru margir að glíma við átröskun á Íslandi? Ég ekki með töluna, en þetta ykkur x% af þeim sem með geðraskanir. Já, en ég veit samt að talan hefur orðið meiri svolítið eftir COVID, þannig að var verið að taka færri inn, þannig kannski var það líka, svo biðlistin lengdist út af því. Líka af því að fólk fær ekki aðstoð strax. Já, fær ekki aðstoð strax og þannig lengdist svolítið, en svo var þetta líka krakkar sem voru kannski með kvíð og annað sem að díluðu við það með því að fara á æfingar eða fara eitthvað félagsleg samskipti, dróust inn í sína skil og þróuðu þetta með sér. Voru, þú veist, ég held allavega vissu við að þær höfðu lengst báður biðlistarnir alveg helling, sko. Og eins og ég segi, það getur bæði verið, þú veist, hluta af því definitely það að það hafi verið, skilur, ekki búið að taka inn í ykkur tíma og færri teknir inn, þannig biðlistin lengdist, en líka það að það hafi aukist. Og ég held með komu samfélagsmiðla séum við líka mjög mikið að það hefur áhrif á töluna sem að veikjast. Þannig þeir sem eru viðkvæmir fyrir, þeir veikjast í kjölfarið af einhvers konar útlits dýrkun og ég meina við erum að sjá á TikTok eða þú veist á sem Snapchat og annað, hvað borða ég á dag og svona. Það svona áhrifa. Já, þetta er svona áhrifavaldar líka. Akkurat, sem kannski ekki á neitt nátt áhrifavaldar en hafa samt áhrif, sko. Já, nákvæmlega. Og í ranga átt og það kom eitthvað svona trend, þú veist, alls konar sem það bara aftur og ef þú ert að horfa og endast þá kannski kemur þetta 20 sem á dag. Já. Og þá fer það að hugsa bara út, ef þú ert með hennar viðkvæmis þátt, sko, sumir sjá þetta ekki. Nei. Af því þetta ekki þeirra viðkvæmis þáttur. En samfélagsmiðlarnir að ýta undir alls konar svona. Þannig að ég held að við séum því miður að sjá aukningu. Þar. Já, sko, aukningu út frá því. Já. Sem bara glatað, af því þetta stórhættulegt. Þannig að, já. Hvað eru samtökin ykkar búin að starfa lengi? Hvenær eru þau stofnuð? Við stofnuðum þau 2020, sem var í 2020 og og erum þá búin að vera 3 ár núna. Já. Er þetta stór samtök? Í raun og veru erum við bara svolítið, við vorum 3 ár sem stofnuðum þetta. Við höfum svo aðeins verið að reyna að fá með okkur fólk í stjórn og annað, en þetta bara eins og með allt annað, fólk alveg ótrúlega upptekið og gengur illa að halda út ykkur svona sem þú færði ekkert greitt fyrir, sko. Og maður í baráttu við bara að nýta tíma sinn í bara það sem það þarft að gera, þannig að það er mjög erfitt að koma hinu inn. Við höfum aðeins verið aðeins að taka inn meðlim, en það hefur aldrei orðið, við höfum ekki náð þessum dampa að þetta sé eitthvað stórt, sko. En við erum samt ekki, við erum aðna og við erum að vinna í þessu. Við bara vinnum svolítið baku tjöldin þar sem, þú veist, þannig að við erum að tala við í Landspítalanum, við erum í þessum. Þeir eru ekki komið skrifstofun eða neitt. Nei, en við náttúrulega vonumst til þess að, þú veist, það einn parturinn að verða þá kannski svolítið eins og Píratar eða Stígamót eða eitthvað svona fólk getur leita til. Að því maður bara svolítið að vinna í þessu, en við höfum þurft að sækja styrki til að geta, þú veist, bara maður vill, við vorum með svona málstofur, hvað heitir þetta? Ráðstefnur, samt ekki ráðstefnur. Já, og
og vorum þá með, þú veist, yfir daginn, sem sagt, málþing heitir þetta, það orðið sem ég var að leita eftir, allavega, og þar sem við erum með ykkur sem voru að tala bæði þjónustuna eða reynslusögur, þannig við höfum verið að borga það með styrkjum, þannig við getum til þess að breyga efni og til þess að vekja auka umræðu og annað. Og svo hefur við reynt að vera með eitthvað svona viðbyrði, eins og 2. júní þá alþjóðlegu baráttudagur gegn átröskunum og bæði fyrra og núna þá vorum við með lítinn viðbyrð og bara auðlistum að okkar vegum, þá voru ekkert margir sem sótt en það voru samt nógu margir fyrir okkur og í raun og veru bara, þú veist, við erum bara svona eins og ég segi, þetta svolítið bara svona sáfræjum hér og þar, við erum kannski svolítið því í dag og margt að virka þó að við höfum ekki, eins og ég segi, erum ekki margar eða mörg sem erum að dreifa þessu en svona lítil skref en við viljum líka og markmið ykkur svolítið að stíga sér skref varlega að þetta mjög viðkvæmt umræðefni en maður færi að blasta einhverjum fræðslum þá getur líka verið að auka áhættuna hjá þeim sem eru viðkomið fyrir þú þarft að vita hverju gengur, þú þarft að vera með landi, eða skilu, ef þú ert að fara í skóla þá þarftu næstu að vera fyrst búin að fara í gegnum kennslu með kennurum og umræðu, skilu, að því þar hvernig á svo að halda áfram og taka við ef að koma spurningar og annað og þannig en okkur langar og þetta, sko, fræðslu þátturinn stór partur hjá okkur langar að komast inn í bæði grunnskóla og framhaldsskóla með einhvers konar fræðslu en við erum eins og ég segi, fræðslu vinnan þannig að við viljum gera hana mjög vandlega við viljum ekki vera veist, að við erum ekki heilbrigðismenntari heldur, þetta í raun og veru reynslan okkar en við viljum samt geta gert hana þannig að við nokkuð veginn komist hjá því að ýta undir nokkuð, sko. Þannig að en 3 ár samt sem áður og við erum ekkert að gefast upp en við erum alltaf að fá einhverju stjórn og svo erum við oft endum fáar aftur og svo eins og ég segi, þetta bara lífið, sko. Og meðan þetta ekki borgastarf, sko. Þannig að Herðu, ég ætla bara við erum alveg rennar út á tíma en mér finnst þetta, ég get talað um þetta við í sko 2 tíma. 2 tíma, nákvæmlega. Þetta svo áhugavert og þetta ásið svo margar hliðar líka. Það það nefnilega. Þannig að og tengingar. Nákvæmlega. Ég kannski bara fæ að segja fólki að það hægt að fara á síðan sem heitir átröskun.is. Það okkar síða en þó sé ekki mikið inni þar núna en fólk vita af henni og við erum að vinna í því að bæta efnið. Og svo þið með Facebook síðu. Já, við erum með Facebook síðu og svo erum við líka reynda með Instagram og svona en við erum reyndar ekki nóg góðar, við erum ekki miklir áhrifavaldar en við erum allan með Facebook, við erum svona kannski aðalega þar að auðlýsa viðburðana. Bara þakka kærlega fyrir að segja mér aðeins frá þessu takk fyrir að leiða mér að koma og tala um þetta. Kannski ég fæði bara aftur framhaldsfréttalegt. Já, nákvæmlega, hvernig verður það? Lýstu vel á það, bara takk fyrir mig.